Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Hér mættur stórmeistarinn Guðjón Reynberg. Þú fer alltaf með mig með þessari kynningu, ég fer alltaf alveg. Já, þú ert nú heldur betur búin að vinna fyrir því núna. Nú? Já, það er alveg frábær innskot hjá þér í þessa trauma-based mind control aðgerð sem er búin að vera í gangi. Já, takk fyrir það. Þetta er alveg ótrúlegt dæmi, sko. Já, þetta er maður eiginlega bara þrumulostinn, sko. Já, gott ef við báðir vorum ekki búin að spá fyrir en að það væri von á fölskum fánum. Nei, ég var eftir að spá því. Þú ert í þeirri deild. Ég var búin að spá því, sko. Já, já. Og það virðist það að gengið eftir. Ég er ekkert í svoleiðis spámennsku. Nei. Ég er í öðruvísi spámennsku. En ég er bara sjaldan fengið jafn mikið af haturskuðsum yfir mig eins og eftir umfjöllunin á þessu máli. Já, ég hef alveg sloppið við það, sko. Já, já. Enda fór ég mikið varlegar í. Maður var meira talandi rós. Ég gaf bara í skyn í vídeóunum mínum. Ég er búin að gera 3 vídeó um þetta. 2 á íslensku og 1 á ensku. Já, já, einmitt. Nei, 2 á ensku. Við gerðum 1 í morgun. Ég hef séð að blaðamenn sumir eru, sko, eða svona fólk. Það setur svona hjarta fyrst og eitthvað lalalala og svo hjarta og svo fer það að segja bara alls konar hluti, sko. Já. En og þá er allt í lagi með allt, sko, einhvern veginn. Já. En málið er það að ég er í raun ekkert að tala um þennan einstakling, sko. Nei, ekki heldur, sko. Og ég er ekkert, sko, það er allir að horfa á bara trámað, sko. Ég er í raun bara að horfa alveg í aðra átt og þetta tráma er ekki einu sinni inn á sjóndeldarhringnum yfir það sem ég er að tala um, sko. Já, sama hér. En sko, sjálfsögðu er ég mannlegur og samhryggist náttúrulega ef að þetta er eins og þetta er sagt að þetta sé, en ég stór efast að þessi stúlka sé látin yfir höfuð, sko. Já, ég hef engar sérstakar skoðun á því. Ég trúi því alveg hún sé látin, en ég trúi ekki sögunni sem okkur er sögð. Nei, falsku fáni er náttúrulega annarkvort er morðið framið af valdstjórninni eða henni reynilega bara skipt út og gefið nýtt líf, sko. Það er reyndar, sko, ef þú spáir í það, þeir sem að fara í snat og starfsemina, sko. Og fólk er búið alveg gull og græni skógar og $1 million út og veist, 10 milljónir á mánuði í laun og eitthvað svona, sko. Að þetta eru drauma starfsmennir þeirra. Af því að þeir geta stútað þeim aftur. Af því að þetta fólk er ekki til í raunveruleikanum. Já. Þá er svo auðvelt að hóta þessu fólki. Og það er sumir hafa spurt, sko, hvernig getur þú framkvæmt svona aðgerðir og gert svona hluti, sko. Veist, fólk kjaftar og fólk þetta og fólk þetta, en það er, sko, þeir sem fari gegn þessa leið, sko, þeir náttúrulega kjafta ekki það, þeir vita alveg hvað það þýðir. Já. Það er engin munur á því heldur Witness Protection prógraminu, sko, sem er nú marg búið að selja fólki, sem er einmitt ágætis tenging þegar okkur er seld einhver hugmynd og við bara kleipum hana, þá vitum við ekki nema hugmyndin sé symbolísk fyrir eitthvað annað. Já, við vitum náttúrulega að bíómyndir eru notaðar. Þess að ef þú sér það einhvers staðar í bíómynd, þá festist það í svona fantasíu á hólfinu hjá þér, sko. Já. Og ég hef verið að gagnrýna svolítið, ég var aðeins að fjalla um kvikmyndir núna undanfarið á Alternate-rásinu mínu.
Það er svona meira svona leikfimi, ég er svona leika mér að því, ég er ekki að gera það ykkur í alvöru, ég er svona meira bara svona velta fyrir mér, ef ég horfa á einhverja mynd og sé hana á annan hátt, Slavoj Žižek gerir þetta svolítið. Og það eru tvær til dæmis TV svona sjónvarpsseríur sem ég ætla bráðum að gera vídeó sem að mér finnst mjög áhugaverðar. Önnur þeirra heitir Foyle's War og var búin til bara eins og til að ramma inn í huga fólks algjörlega hérna opinberu sögu af síðari heimsstyrjöldinni. Og svo er núna verið að taka til sýninga seríu sem heitir Six og er notuð til þess að ramma inn sannleikann SEAL Team 6 sem drap Osama bin Laden, sko. Og þetta er svo með Holocaustið, ég horfði til dæmis sem unglingur á sjónvarpsseríu með, ég held að Meryl Streep hafi leikið sem hét við Holocaust. Og það bara rammaði inn í hausinn á manni sem ungu manni, sko, sannleikann Holocaustið. Já, einmitt. Eða Schindler's List sem er skáldsaga. Og hver sá sem að skoðar þessar skáldsögu veit að hún er skáldsaga. Og það er enginn sem pælir í því til dæmis að með Schindler's List að liðsforinginn eða höfuðsmaðurinn, hvað heit hann, Amon Göth, eitthvað svoleiðis, sem var aðalmorðinginn í bíómyndinni. Hann var tekinn til fanga af SS-mönnum og dreginn fyrir herrétt fyrir ómannúðlega meðferð á gyðingum. Og þetta er dokumentið, og þessi maður var snældi klikkaður, sko. En hann var samt búinn til sem notaður svo í þessa skáldsögu, sko. Já. Það var ekki minnst á Sorosana í þessum myndum? Nei, það er bara, þú veist, fólk sem er að horfa á bíómyndir og trúa því að þær sé að gefa rétta mynd af veruleikanum, slíkt fólk, ef það segir að þú sett geðveikur, eða kemur inn á vídeó mín að gera thumbs down, hvað er ég búin að gera mörg vídeó þar sem ég segi ég vil fá frekar fá thumbs down en ekki neitt thumbs, þú veist, maður tekur þetta fólk bara er ekki marktækt í samræður, það er bara ekki marktækt í umræðinu. Ég fékk mjög gott símtal í gær frá konu sem ekki hefur áhuga á samsæðiskenningum, hún hefur engan áhuga á þeim. En hún hefur fylgst vandlega með þessu máli Birnu. Og þegar ég fer út í frímúrarafræðin þá kemur svona frá henni arg. Það veist ekki með þess að vitleysu. En hún vildi endilega rekja eins þetta mál eins og hún er að horfa á það í gegnum fjölmiðla. Og mér finnst eiginlega hennar orð best þetta því þetta er svona bara venjuleg íslensk kona sem er ekki að pæla í þessum samsæriskenningum eins og við erum að gera. Hún bara enda á að segja að það vantar eitthvað í þessa mynd. Þetta er ekki eins og verið að sýna okkur þetta. Já. Og hvað eru margir borgarar á Íslandi sem sjá það? Það er ótrúlega mikið að fólki haft samband við mig líka og bent mér alls konar púnta og bara nei, þetta er bara fáránlegt, sko. En sko, pældi í einu, sko það vita það allir sem eru með einhverja glóru í hausnum sínum að skipstjórar á togurum vita hver einasta skrúa í togaranum er. Já. Og þú prumpar ekkert í togaranum hjá honum með svona frétt að því, sko. Já. Nema hann sé algjör hálfviti, sko. Ef að þú ert skipstjóri á skipi, þá vilt þú vita hvert einasta smáatriði í skipinu. Og þú gerir það allavega þegar ég var á Gæslunni á sínum tíma. Þú vilt gera það þannig að skipverjar séu helst ekki að pæla í því að þú sért á því, sko. Þú ert ekki til dæmis skipherrann sem ég var hjá, hann var ekki að skipta sér af smámunum sem að honum, þú veist, hann var ekki að skipta sér af, en hann vildi vita. Og smátt fattaði að hann vissi. Það þarf enginn að segja mér að það sé verið að smygla 300 milljónum af hassi eru svona skipstjórinn í dag, sko. Já. Það er ekki séns. Það er ekki, ég trúi því ekki að þetta hass, mín persónulega skoðun, ég margoft sagt á Facebook-prófílnum mínum síðustu daga, voru einhver vitni af því að tollgæslan fann hassið. Já, en svo sérðu annað, sko, að skipið er komið bara upp að strönd á Grænlandi
Og ef þú ert með 300 milljónir að dópi í skipinu, akkur snýrðu þá við sjálfviljugur? Hvað er að 2 tíma sigling og þú getur hendis upp í fjöru? Já, ég meina, þú veist, svo ég talaði nú einn góðan í dag, eða svona á spjallinu, Já. og hann sagði, þetta bara rugl í hausnum á þér, það skipstjórinn þarf ekki að vita hvað í gangi borð í skipinu hjá honum, sko. Og þá sagði ég á móti, en ég meina, ef hann vildi sjálfviljugur koma tilbaka, akkur var þá verið að senda herskip á hann? Já. Já, þetta nú bara varðskip? Nei, þetta danskt herskip. Já. Já, það var bara svona ef hann vildi ekki snúa við. Og akkur var það sendt allavega frá Færeyjum. Og akkur var íslenskt varðskip á sama tíma í Færeyjum. Það er töluvert ólíkt. Já, heyrðu, ertu til í að snúa við? Við þurfum að gera eitthvað vesinn í bátni hjá þér. Já, ég er alveg til í það. Eða segja sko, já, heyrðu, það er herskip á leiðinni og þið eruð að fara að snúa við, sko. Það er tvennt ólíkt, sko. Já, þessi saga hún er mjög ótrúverðug. Og mér finnst líka mjög gruggugt hvernig lögreglan var farin að viðurkenna. Mér var sendt gögn í vikunni sem að sýna það að lögreglan var búin að dæma þessa menn seka morð bara þú veist, að sama dag og þeir voru leiddir frá borði, sko. Jafnvel fyrr. Og svo sögðu þeir að daginn áður, þá sögðu þeir, sko, já, við höfum það á tilfinningu að hún muni finnast fljótlega. Af hverju fannst hún á sunnudegi? Já, þá ertu að tala að hún sé fundin. Þetta sé ekki silkibróða. Já, ég bara að rýna í það sem okkur er sýnt. Ég er ekkert til að trúa því sem mér er sýnt. Hvers vegna létu þeir hann að finnast á sunnudegi? Þetta er stoltið gjörfullyrðing hjá mér. Ég meina, ég er að halda því fram að þeir hafi látið hann að finnast á okkurum degi. Okkur á sunnudegi. Annað, okkur leyfa þyrluflugmennirnir sér og fjölmiðlamenn að hafa þá eftir sér bara núna í dag. Við vissum strax að þetta var Birna. Já. Hefurðu séð sjórekki lík? Nei. Nei, ég hef séð fullt af myndir af þeim, ég hef ekki séð það sjálfur, en ég hef farið á námskeið hjá Landsbjörg þegar ég var í björgunarsveitardæminu. Og það var litla stráknum hann sem var sjóreiki. Já, hann var ekki sjóreikin fyrir 5 ára. Hann var náttúrulega silkibróða. Já, þú veist, það var dýbönkað eins og skot, ég var einn aðeins, þú varst einn aðeins, það voru fullt af fólki sem dýbönkaði þetta bara strax. En ég gerði það með því að ég sagði, til dæmis bara á Facebook síðunni hjá mér, lík, svo dritaði ég inn 7-8 myndum á sjóreknum líkum. Og ég fekk skilaboð frá breskri konu sem sagði, ég sá fréttina, ég trúði henni þangað til þú settir þessa myndir inn. Þá fattaði ég blekkinguna. Já. Og þú veist, það þarf ekki annað en sko, bara eins og allir sem hafa veitt fiska. Töktu fisk, sett hann í poll, látt hann vera þær í sólarhring, skoða hann daginn eftir. Bættu svo við 8 dögum. Nei, þetta stenst ekki, þessi fullyrðing, við vissum strax þetta á hún. Það stenst ekki. Og svo sagði þessi sami kumpáni, sko, ég var að spyrja hann, sko, en byrju, akkur þarf það á erlendan rannsóknar eða líkskoðara? Þetta er svo sjóreikir líka, það þarf sérstaklega sérfræðing til að skoða. Já. En hvernig vissir þú strax að þetta var hún? En það þú veist, þetta eins og með, sko, svo segja þetta fréttamannafundir með þegar þeir spurði hvernig lést hún og þeir segja við höfum eftir að rannsaka líkið. Þú sérð ekkert á 8 daga sjóreiknu líki hvernig það dó. Þú getur... Þetta er aftur hann að staðista vandamál legarans að vera tvísaga, sko. Er skipstjóri fábjóni eða snillingur, sko? Svo mér langar að gefa Hafna eitt kredit sem hann á alveg skilið. Hann búinn að vera mjög duglegur, allan frá því ég kynntist honum og fylgst með að hann hefur verið mjög duglegur að rýna í fréttir sem svona dulfréttir, svona meta skilaboð. Og eitt af því sem hann hefur mjög oft bent á, taktur sérstaklega eftir fréttum þar sem eru gæsalappir í fyrirsögn.
og það var gríðarlega mikið magn af slíku í þessum spuna. Já. Og ef hann hefði ekki verið búinn að tala þetta, þá ekkert víst ég hefði veitt í eftirtekt. Nei. Ég las allar þessar fréttir með mjög mikilli varkárni. En ef við förum aðeins svona yfir þessa punkta sem að eru þetta upp og niður á sama tímapunktar, sko, þá það sama með, sko, bílinn, að sem sagt, því haldið fram að bílaleiga Akureyrar hafi tekið við bíl alblóðugum og keyrði hann í klessu, sko. Sem sagt, hann var klestur og þeir bara tóku við honum og ég þekki nú aðeins bílaleiga Akureyrar, þeir gera vesen ef að fólk skilar bílum alblóðugum og klestum, sko. Og þeir taka á sérstaklega eftir þannig bílum og þeir láta gera við þá og þeir þrífa óbúslega vel alla bíla, þannig að það verið að segja að bílaleiga Akureyrar hafi bara leigt blóðugan klestan bíl. Ég misti af þeirri frétt, ég sá ekki þá frétt. Ég er búinn að vista held ég rosalega mikið magna fréttum niður. Já. 50 fréttir örugglega. Það meira bara svona því að ég vil eiga afrit af spunanum. Já. Skoðan seinna þegar tilfinningarnar eru farnar, sko. Og svo þarna með skóna, sko, að þetta eru þvílíkir snillingar, sko, að þeir aka þarna hinum einu á Reykjanesi til þess að dampa líkinu eða silkibrúðinni og svo skófnir, sko. Já, við hendum þeim bara hérna hliðina á bátnum, sko. Þessi 2 punktar standast engan veginn. Og fólk gleymir því líka, sko, það eitt sem að ég tek eftir varðandi allt þetta með Reykjanesi. Í gegnum öll því ár sem ég hef átt hunda þá við ferðast Reykjanesi þvert og endilangt og eiginlega bara allt Suðurlandið. Og ég gerði rosalega mikið úr því náttúrulega bæði þegar ég var að þjálfa leitarhundana og svo líka af því fyrst var ég náttúrulega að æfa bæði fyrst með Björgunarsveit Íslands, síðan leitarhundur Landsbjargar, svo með hundasport og það var alltaf eitt með hundasport að sko þegar við stofnuðum hundasport vorum 3 sem vorum að leiðbeina þar. Og hundasporti alveg ennþá til, nema bara æfingar liggja niður eins og að hinir 2 leiðbeinendurnir í barnseignarfríi og ég í veikindafríi. Að ég þekkti öll æfingasvæðin hjá BHSI, Björgunarsveit Íslands. Ég vissi hvar þeir vilja helst æfa. Ég var búinn að æfa á öllum þeirra æfingastöðum. Sama með leitarhundar Landsbjargar. Þannig að þegar hundasport fór að æfa, þá gerðum við í því að finna okkar eigin æfingastæði. Og við það tók okkur svona 2 ár, þá vorum við komin með ykkur svona 7-8 æfingastæði svona í kraganum í kringu Reykjavík. Þú getur rétt ímyndaðir hvað við vorum búin að fara við það og keyra mikið Fyrir utan það að ég náttúrulega gerði mikið úr því að fara með hundana mína og gera mikið af því að fara með hundana mína á svæði þar sem þeir geta leikið sér í frið og ró án þess að eitthvað annað hundafólk sé á svæðinu. Það getur orðið slagsmál úr því og alls kyns leiðindi. Þannig ég er búinn að fara þvers og kruss allt Reykjanesi. Og leið og þetta gerist, þá spyrðu, ok, þú ferðast, ég ferðast, þegar þú ert í ókunnur í borg sem þú þekkir lítið, hvort sem að þú ert með Garmin í bílnum ekki, sem ekkert víst, hvernig ætlar að fela lík? Þú þarft aðeins að hugsa út í hvað þú ætlar að gera og hvernig þú ætlar að gera það. Og þessir sagar stenst ekki miðað við það. Ef þú rýnir í þetta með það í hugafari og eins og ein manneskja bara benti mér á, hún sagði, bara venjuleg manneskja, hún sagði ef ég þyrfti að fela lík í Hafnarfirði, þá myndi ég fara styðstu leið út í Hraun og Dysja. Já, og svo sérðu með skóna, sko, að ég menna, ef þú ert að fara borð í togar og lengst út á haf, þá myndir náttúrulega bara skella þeim í plast eða bara stinga þeim í vasan og eða einanglæða og bara kasta þeim í hafið, sko. Þannig að þeir eru svona óbáslega miklu snillingar að aka þarna hinum megin og það einhvern veginn, og svo fyrir utan annað, það var sagt að þetta væri svo góð stelpa. Hún væri svo skynsum og góð og ekki neitt í neyslu. Það segir bara mamminar og allar mömmur segja það. Pappina segir það. Við vitum ekkert það. Nei, ég ítreka það aftur að ég er ekki að tala persónur, sko, ég er bara að tala söguna, sko. Já, ég veit það. Ef einstaklingur er svona, þannig, hoppar hann bara upp í bíl með einhverjum, sko. Hann er svo láta ekki að vita eða SMS eða eitthvað, sko.
Ég sá ég fékk svar við þessari spurningu í vikunni frá góður íslenskri konu sem bara svona venjuleg manneskja sem sagði, þú veist, ég kannast nú alveg við það ef maður blind fullur eftir djam klukkan 5 á morgni og manni kalt að maður vís til að þykja eitthvað far. Þannig að, þú veist, ég veit það ekki. En það allir að gefa í skyn að þetta hafi verið svo góð stúlka, hún myndi ekki fara upp í bíl með ókunnugum og ekki fara í partí í togara. Það er alveg klassískt dæmi stjarfa hugsun. En þá spyr maður þessu sko og núna náttúrulega bara biðröð af þjóðfélagsverkfræðingum á meitlaramiðlunum sko. Það mætti eitthvað kona í morgunum sem að skrifa rit, gerum það hvað konur hræddar í miðbænum sko. Halda lyklunum á milli puttana og svona. Ef það eru svona hræddar og svona meðvitaðar hættuna, af hverju hoppaði hún upp í bíl hjá einhver sem þú þekkir ekki? Það einmitt það sem ég að segja. Ég meina, ég hef farið á djammið, þú hef farið á djammið. Ég þekki alveg, þú veist, það fullt af fólki, bæði menn og konur sem fara upp í bíl með ókunnugum á djamminu á leiðinni heim eða í skrítin partí eða eitthvað. Og það hvort þú ferð í partí í Garðabænum eða partí í einhverjum togara, það hefur ekkert að gera með það hvort þú ert góð stelpa eða ekki. Þú veist, það sé á við, þetta svona klassískt dæmi stjarfa hugsun og fólk festir sig í einhverju rörsýn sem það sér ekki að verið að koma inn hjá fólki. Raunar ég er ekki að tala persónuna sko, ég er að tala Ég veit það, ég meina, þú ert búin að segja það oft, ég er búin að segja það oft, við erum ekki að tala persónuna, en ég er að benda á það að það er búið að banna okkur að tala persónuna. Það er það sem ég er að benda á. Ég get alveg trúað einhverju stelpu, 20 ára stelpu fullri til þess að fara upp í bíl með ókunnugum eða skreppa í partí í togurum, annað en sem ég sé. En ég stimpla hann ekkert sem góða að vonda stelpu eftir því. Það er ekkert þar með sagt að hún sé að fara að láta ríða sér í aftursætinu, sko. En slík orð má ekki nota. Nei, en það er sko, það eru bara ákveðnir aðlar sem eiga að velta sér upp úr málinu fram og tilbaka og vera með alls konar bull og vitleysu og jafnvel að vera að tala niður saklausa menn og magna upp í einhverja nornaveiðar á þá. Já, fólk gleymir sér í alls konar pælingu, ég meina. Það var hagfræðingur útvart sögu áðan að tala þetta mál og hvað þyrfti nú að fara að kaupa mikið myndavélum og auka fjármuni í lögregluna, sko. Þetta bara styrlun. Ég meina, tölum til dæmis bara með gott og vont fólk. Hvað er mikið á fólki komið fertugt sem að man eftir því að það hefur prófað að gera það í annarkvort farþegasætinu eða aftursætinu á bíl. Ég hugsa að ég myndi skjóta 8 af hverju 10 á að prófa það. Nema náttúrulega ég og þú, sko. Því að sko, vegna þess að við erum nefnilega svo góðir strákar, sko. Ég er svona beinstrengar, ég elska að drekka alveg rosalega mikið og pirra alla sem ég mæti og lifa á línunni, sko. Ég tek ef ég tek feil skot þá steindrefsti, sko. Þannig ég er alveg á línunni, sko. Ég er einn af uppfinningamönnum beinstrenging sennilega. Svo var ég eitthvað í hruninu og öllu þá svona neikvætt andrúmsloft og svona ákveðin erfiðlega, ég þurfti að taka erfiðar ákvarðanir í lífinu og svona, þannig að maður svolítið að skemmta sér á þessum tíma, sko. Eitthvað var inni í bæ og voru komið út og skemmtist það og voru svona þreyttur og eitthvað svona bara alveg á eyrunum. Kemur ekki löggubíl keyrandi í götuna þarna fyrir framan Hlöllaborg báta þarna og bara á mjög litlu hraða og ég hleyp upp á löggubílnum og kýl í framrúðuna og smalla hana, sko. Svo hálfdresti bara fyrir framan bílinn. Þannig að ég hef nálega kynst alls konar. En er þú líka svo slæmur strákur og ekki alveg að taka gælið, sko? Já, þeir reyndar, sko, þeir fóru mjög illa með mig, sko. Þeir kreistu hendina, ég var allir með bláru marinn, sko, á höndunum eftir báða megin. Einn vinur minn var þannig á djamminu, sko, að hann elskaði að ögra lögreglunni, sko. Hann var fyrir slagsmálahundur og klár í slagsmálum og sko hjá honum var þetta þannig þegar hann hafði horfið á laugardegi og maður var eiginlega stundum feginn að hann hvarf, sko, ef hann var komin í það skap, sko, maður vildi eiginlega ekki vera nálægt honum ef hann skildi fara í einhvern fæting og maður vildi ekki dragast inn í það, sko,
sem að vildi bara halda árum á djamminu og sjá hvort maður lent á séns. Þetta var nú mjög ólíkt mér, sko. Ég hef nú aldrei ráðist á eitt eða neitt. En já, honum snýrist sko sigurinn það daginn eftir, þegar maður hafði upp á honum kannski sent á sunnudagskvöldi og það var búið að sleppa honum út af fangelsinu eða mánudeginum, þá snýrist aðal sigurinn í honum var snýrist það hversu marga lögregluþjóna þurfti til að yfirbuga hann. Já. Nei, þetta bara, ég eiginlega skil þetta svo úr karakter hjá mér, sko. Þetta var bara eitthvað svona innbyggður reiði eða eitthvað. Og ég ætlaði mér ekkert að brjóta rúðunni, ég bara áttaði mig ekki á því hvað ég væri sterkur, sko. Já, en það ekki einmitt málið, sko, fólk fæsir í glas og fullt og það kannski gerir eitthvað drukkið sem annars myndi ekki gera. Já, þetta var alveg leyst, sko. Ég fekk tölvupóst eða símtal eftir helgina og það bara ágætis gaur hringdi bara svona, já, hvað segir, hvað ég var að gera? Ég var að vera með eitthvað vesen, eða viltu borga rúðuna? Hvað ég var að gera í þessu? Ég sagði, já, ég borga náttúrulega bara rúðuna, sko. Bara rugl, sko. Já. En þú veist hvað ég á við. Ég meina, þetta snýst ekki hvað ég eða þú hefum gert á fyllirí. Ég á við að allir hafa einhvern tíma gert eitthvað á fyllirí sem kannski ekki alveg rétt saga í skírnarboði, sko. Já, absolutt. Og það ekkert að gera með það hvort við erum gott eða vont fólk. Við vitum náttúrulega ég illmenni. Það er skjálfest. Já, samkvæmt mínu bókhaldi þá ertu búin að borga það að fullu. Það er ekki uppgreitt gjald á því. Það er ekkert uppgreitt gjald, sko. Já, en þú veist hvað ég á við, sko. Já, ég alveg harður að þessu, sko. Já. En ég á nú bara við, þú veist, að fólk fattar ekki að það verið að spila á sig. Ég ekki að segja að stelpan hafi eitthvað horfið til þess að var hægt að spila á fólk. Þú veist, ég að tala að þarna hverju stelpa og það nota tækifæri til að spila á fólk. Kannski hvarf hún út af einhverju samsæri, ég veit það ekki. Kannski eru þessi sjómenn valdir að því. Ég trúi því ekki, en kannski það staðreyndin, ég veit það ekki. Við vitum bara það sem okkur sagt. Og hversu oft höfum við ekki setið í partíum og heyrt einhverja miðaldra kalla segja frægðarsögur á sjálfum sér. Og það allar dags sannar. Já, en sko, ef að við sko, nú í raunum verið að biðja Íslendinga að treysta valdstjórninni og allt sem hún segir, sko. Einmitt. Og menn, sko, þetta sama valdstjórnin og braut allt sem hægt að brjóta í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum. Og þetta sama valdstjórnin og myrti mann bara upp í Árbæ. Já, bara fyrir fram á augunum, kannski. Og þetta sama valdstjórnin sem bara ætlaði að gefa í þrældóm 5 ára dreng, íslenska ríkisborgara. Þannig að, sko, samkvæmt mínum bókum þá, ég kalla sko, geðveiki fyrir mér orð sem ónýtt, sko, því það er svo mikið feikið, sko, en ég kalla það sturlun, sko. Já. Það sturlun að treysta slíku apparati. Fyrir utan það það full sannað að kenningar mínar að þeir eru prima motus í eitulega innflutning og sölu, það náttúrulega full sanna mál. Með þessu að þegar þeir stútu rannsókninni þegar það var komið á nálægt heimahögunum þeirra, sko. Já, ég fekk langt e-mail í gær svoleiðis sögu. Ég fekk annað e-mail áðan sem ég átti að svara sem aðra sögu hvernig einn maður var tekinn fyrir. Hún rústað. Já. Og það var ekkert í tengslu við fíkniefnamálin, það var endast plantað á hann fíkniefnum, sko. Já. Það og mér dettur í hug þegar Kassi var tekinn fyrir Hvað segirðu? Fyrir í Hauktefjörð. Já. Hvað voru margar sögur sem að bæði ég fékk og þú fékkst af konum sem eru teknir fyrir, sem aldrei koma í fjölmiðla. Ég þarf aðeins að standa upp og loka inn glugga mér að vera kalt. Já, nú fæ ég bara Ekko. Þú getur klárað söguna af Móse. Já, ég hef ekki nefnt að horfa á bullið í okkur frá því síðast. Nei, ég hættur að horfa á bullið í okkur eftir á. Einstöku sinni sem ég tek einhverja punkta fyrir. Ég var mjög ánægður þarna, ég fekk að taka afrit af einu live-inu daginn og gera eina klipp úr því. Og það fengi gott áhorf.
á rásinni. Já. Ég var ánægður með það. Einmitt. Ég er ánægður með þetta allt saman. En það náttúrulega svolítið skrítið þetta rosalega haturs ég aldrei fengið, svona kannski bara langt síðan ég fengið svona gussur, sko, að maður svona veit ekki alveg hvaðan ámann stendur við veðrið, sko. Nei, ég er ekki hissa á því, vegna þess að ég fann þetta rosalega sterkt þessa vikuna. Alveg, þú veist, ég er búin að vera að sjá fólk, dagfarsbrúgt fólk, missa sig í reiði sem að ég hef aldrei séð skipta skapi, sko. En málið sko með Og nota bene, sko, bara, þú veist, eitt tilfelli, sko, 2 dögum seinna þá ýtti ég viðkomandi eftir reiðin farin. Hvaða reiði? Það var ekki reiði, þetta var bara einhver misskilningur. Reiði var ekki trygging. En það líka ótrúlega mikið af fólki sem haft samband við mig og vill ekkert, hefur sagt, já, ég þori ekkert að tala þetta, eða vill ekkert, fólk bara leggur ekki í það og bara segir, vá, hvernig leggur þú í að tjá þig svona þetta, sko. Já. Og Þess að var svo ánægður með læfið, þú varst að segja alla hlutina sem ég þorði ekki að segja 2 dögum fyrr. Chicken. I'm a chicken, já. Já, ég tel reyndar að það sé mjög mikilvægt að gera þessa vinnu, sko, af því að sko annars fáum við bara stærri og stærri atburði, sko. Já, ég er að sammála því og sko stóra atvikið í mínum huga, það er húsbrunnin á Stokkseyri. Já, mér finnst það athyglisverð kenning hjá þér, en ég held að þeir hvorki nenni þorinni geti haldið einhverjum svona lengi þar í einhverjum seremoníum, sko. Þeir fela þá bak við það, þeir segja húsið það hafi verið verktakar að vinna í húsinu síðustu dagana, sko. Þannig réttlætaði fyrir nágrunum að það hafi verið eitthvað traffík við húsið þessa vikuna. Já, ég veit að þeir geta það, sko, en þeir geta alveg eins farið með hana bara í kjallarana á frímúrara húsinu, sko. Já, en sko ef þú ert að iðka launhelgar sem eru komnar svona hátt, þá er miklu betra að gera það sem er engin tenging við þig eða þín húsnæði. Þetta þarf að setja þig inn í allt annað mindset. Ég er ekkert að segja að ég er rétt fyrir mér. Ég bara að skoða, sko, eitt af því sem ég tef mér að gera ef það er verið að matrið eitthvað mál handa mér og ég á bara að horfa á einn sjónarflöt, síðan get ég farið kannski út í samsærisröndina eins og þú varst að gera á föstudaginn, en ég get líka fundið þriðju hliðina og ef við tökum þetta bara eins og sexsitting, þú veist, ef við sjáum bara eina hlið, en núna erum við allt í einu búin að varpa möguleikunum á 3 hliðum, en við erum ekki að sjá hinar 3. Við vitum nákvæmlega ekkert hvað er í gangi eins og þú ert að benda á. Við vitum ekki einu sinni hvort, þú veist, það er alveg hægt að segja, er stúlkan ennþá til núna bara út í heimi einhvers staðar. Við vitum ekkert það. Það er kona af Erlendubergi sem hefur reglulega myndið mig á að hún hafi verið vitni að hlutum sem hér á landi sem að sanni fyrir sér að Keflavíkurflugvöllur sé notaður sem í millilendingar fyrir mansal, alþjóðlegt mansal. Þegar ég var að rekja þetta með Hanseatic-kenningunum mína, ég tek reglulega skúrka og fer aðeins ofan í sögu Hansakaupmanna. Ég veist að sumt sem ég held fram í mínum kenningum Hansakaupmennina stenst ekki alveg með við hinn opinberu sögu, eins og til dæmis bara sem tæmi, þegar ég er að tengja núna Kalmarsambandið við Hansakaupmennina. Hansakaupmenn og Kalmarsambandið voru í samkeppni. Núna er ég í rauninni að setja á bara í sama pott, sko, þannig ég fer svona stundum og athuga mín eigin blind spot og svona. En ég var til dæmis, sko, þegar ég byrjaði með þessa kenningu, þá var ég bara að horfa á, sko, hollenska Austur-Indíafélagið og breska Austur-Indíafélagið. Svo áttaði mig allt í einu á því að sko hollendingar og Bretar þegar þeir lögðu undir sig heiminn, þá fóru þeir aldrei á yfirráðasvæði hvors annars. Eina baráttan á milli þessara aðila var New York á sínum tíma.
til dæmis það ekki margir sem átt að segja því að á 17. öldinni voru hansakaupmenn frá Hollandi að reyna að ná Brasilíu undir sig, en mistókst það. Hollendingar voru til þess mjög öflugir, Hollendingar voru með stóran flota sem var í gríðarlegum viðskiptum við Alsír á þeim tíma þegar Alsír var sem öflugast í þrælaverslun. Menn eru ekkert að spá í þetta. Og það stóð alveg fram í Barbarístríðin sem þegar Bandaríkjamenn á milli 1800 og 1810 voru að berja á Alsírmönnum. Menn í dag átta sig ekki á því að 25 árum eftir að Bandaríkjum vera til, þá eru þeir konum með öflugan flota og farnir að herja á Afríku. En þegar ég fór hans að skoða þetta, fór ég átta mig á því að Danir, þeir sömuleiðis fóru ekki áhrifasvæði Hollendinga og Breta og öfugt. Danir fóru á sama tíma til Indlands eins og Bretar. Þeir voru fyrstu 50 árin jafn umsvifamiklir á Indlandi eins og Bretar. Svo bara allt í einu, þegjandi og hljóðalaust, þá fara þeir frá Indlandi, halda eftir 1 eða 2 borgum og afhenda breska Austur-Indíafélaginu allt sitt gós. Svo ég fór að þess að grannskoða þetta betur og þá fann ég einhver 2 fyrirtæki dönsk sem eru ennþá til, sem byrjuðu sem afsprengi frá danska Austur-Indíafélaginu. Og hvað eru þessi fyrirtæki að gera? Þau eru að sérhafa sig í mansali. Mér er alveg stórbrá. Þetta var ég að skoða bara í sumar. Já. Og ég setti svolítið þessu Facebook og ekki menn, þegar ég átti að mig heyrðu, og annað af þessum fyrirtækjum, það er í þessu að sérhafi sig í því, ef þú ert til dæmis malasískur verkfræðingur, að koma þér í störf í Bandaríkjunum eða Evrópu án þess að þú hafir áhyggjur af því hvort þú sett skjalfestur einstaklingur og borgir skatta. Þú ert bara á vegum þessa fyrirtækis. Og ég lendi því 2003-2004 að mér á búið að vinna á vegum svona dansks fyrirtækis í upplýsingatækni. Þannig að þetta myndir ekkert geta sett í frétt í mokkanum, Nei. Við vitum ekkert nema, eins og þú ert að segja, það sé bara búið að taka stelpun og setja inn í mansal út í heimi. Og þú veist ekkert, þú bara... Það myndi nú þessi, frænkanar myndi nú ekki leyfa það, Þú veist ekkert það hvort hún hefur einhver áhrif á eitt eða neitt. Já. Við vitum ekkert hvaða hugsanlegu glæpum hún hefur tekið þátt í að móti. Við höfum bara hennar orð fyrir því og hennar yfirmanna. Já, við náttúrulega vitum ekki nákvæmlega það, En leið og við gagnrýnum opinberlega fólk í valdstjórninni eða alþjóðafyrirtækjum, þá erum við bara geðpilaðir. En hver er munurinn á því að segja einhverjir grænlenskir sjómenn hafi tekið hann upp í bíl sinn eða segja frímúrarar hafi farið með hana í eitthvað hús og Stokkseyri? Hver er munurinn? Það breytir því ekki að stúlkan hvarf á laugardagsmorgni og hún fannst á sunnudegi. Mér finnst þær tímasetningar áhugaverðar. Persónulega, bara sem mystíker, Ég er bara að spyrja spurninga, ég er ekki við neina kenningu. Já. Ég gætt mín á því alla vikurna að vera ekki með neina kenningu, ég er bara með spurningar. Men þess að minnst þetta flókið mál og ekki út frá því að hún hvarf, heldur út frá því hvernig málið er búið til í huga okkar almennings og hversu rosaleg tilfinningasturlunin er. Já, maður spyr sig náttúrulega þegar allir hinir 40 karlmennir hurfu, akkur var bara nánast engin frétt það og ekkert vesen, þetta bara ef að konur... Já, svo er það líka og mér finnst líka áhugavert hvernig myndirnar sem eru birtar á stúlkunni alla síðustu viku, allt í einu í dag er bara birt af henni, mynd af henni brosmildri, Okkur allt í einu skiptu mynd, þú veist, mér finnst það sérstakt, frá sjónarhóli þjóðfélagsverkfræði, hvaða skilaboð eru í því. Því ég er ekki að gagnrýna blaðamennina, ég er að gagnrýna ritstjórana sem að stjórna blaðamennina. Ég er ekki að stjórna lögregluþjónana eða fólkið sem gengur fjörur á vegum Landsbjargar. Ég er að spyrja spurninga varðandi þá sem stjórna þeim.
Já, við erum alltaf að horfa að anda að vera vonskunar, sko. Við erum ekki að eldast við fólk af holda blóði, sko. Mér slíka áhuga. Það var allir með það á reynu, sko. Þess vegna skildi ég ekki, sko. Ég held að fólk væri búin að ná úr hvaða átt ég var að koma, sko. Já, þú ert alltaf það voru náttúrulega ákveðnir aðalrein að draga mig í þennan tilfinningapott, sko. Já, þú ert alltaf mikið að pæla í þessu, þú ert alltaf mikið viðkvæmur í þessu. Nei, þú hefur fyrir komið með yfirlýsingar og fengið á því gusurnar, sko. Þú lifir það alveg af. Já. Þú veist, það verður ekkert að velta sér upp úr því, sko. Nei, mér er ekkert sama, skilur ég svona. Okkur ekki. Þér er ekkert sama stelpuna, mér er það ekki heldur, en ég er ekkert að tala um það, ég er að horfa á valdstjórnina, ég er að horfa á skuggavaldisstjórnarinni, ég er að horfa á fjölmiðlana, ég er að horfa á hvernig hugum umskiptinga er stýrt, ég er að horfa á það. Já. Og ef ég er geðbilaður fyrir það að horfa á þessa mynd og sjá klöfur í henni, og svo er ég að fá ábendingar frá fólki sem vil tala um þessa hluti, sem að senda mér hluti af því að það náttúrulega getur ekki komið fram eða þorir ekki að koma fram. Og það er að staðfesta suma spurningar og varpa upp fleiri spurningum. Ég meina, ég fékk mynd senda, ég var ekki hissa þú hefði fengið hana líka senda. Þegar við varum að leita hvítabílnum, þá var sagt þegar þið tókst eftir að vera að leita þessum hvítabíl. Já, ég vektur að skoða sig. Já, það var svona bíl. Og þá var mér send mynd af bílnum þar sem að nákvæmlega eins bíl stóð inn á geymslusvæði lögreglunnar. Já. Þú veist, ég segi, já, svona bíl, já, býttu hann inn á Hverfisgötu. Já, og svo er rauður og hvítur bíl, sko. Já, það er svo margir punktar, sko. Og svo var haldið minningaathöfn í Útey. Það var ein fyrirsögn á Vísi, það var eða DVF eitthvað. Og það var haldin minningarathöfn í Útey í Reykjavík. Já, ok. Ég veit það ekki, það er stundum talað um það, sko, svona raðmorðingjar sem eru komnir mjög langt, sko. Að þeir á endanum vilja láta ná sér, sko. Já. Þú vilt fá viðurkenningu á fræðarverkinu, sko. Já, þeir vilja í lokin virðist vera að þeir vilja láta ná sér, sko. Og ég bara hreinlega veltaði fyrir mér hvort að það sé málið að þetta er svo, þetta fyrir mér og þér náttúrulega sem erum að rannsaka þessar veist hvað er í gangi og herrtæknirnar og áróðustæknirnar og þetta, það er svo auðvelt að sjá í gegnum þetta og mistökin eru svo stór eins og með skóna og svo hann að sástu að Morgunblað ég er ekkert, bara eins og við töluðum skóna í síðustu viku, ég er ekkert vissum að það verið mistök. Nei, það er náttúrulega skilabóðin, sko. Já, til þess þurfa þau að vera áberandi. Við erum að horfa hérna 300.000 manna þjóð. Þú veist, ég meina þegar ég var að dyrka upp skilabóðir skóna á fimmtudaginn, ég var eitthvað að grúska í því og það voru fleiri takk sem mér langaði að grúska en ég sleppti því að gera. En þú veist að því að ég er sjálfs ekki eldast við þetta mál, þá er bara einhvern veginn ekki hægt að komast hjá því að fjalla eins það, sko, eins og bara annað sem er í gangi. Já. Að ég er ekki að rannsaka þessa hluti eins djúpt eins og þú gerir, sko. Ég er miklu fljótari að fara út í mystíkina, sko. Og ég er ekkert að sækjast eftir því heldur að einhver stór hópur fólk sé að rýna í mílmál. Mér líður illa yfir því eins og með vídeóið sem ég gerði í vikunni, það komið yfir 5.000 manns búin að horfa á það. Og þú veist, 20 niður og 21 upp. Ég var bara að horfa á þetta og þetta er bara ekkert áheyrendur sem ég kæri mig um. Og ég er bara grúska fyrir sjálfan mig, sko. Ég er ekkert að gera mér Svo sér þess að gagnrýna á mig að ég sé athyglisjúkur að ég birti ekkert á frelsitv.com, ég birti ekkert í raun á mínum miðlum, en eina sem ég gerði var að svara 80% af fréttunum sem var verið að setja fram. Já, mér finnst, ég er nú óbeint búin að svara þessu, sko.
það sem að ég benti á í einhverjum af mínu vídeóum í vikunni og ég hef sagt svipað áður, þeir sem að gagnrýna mig og þeir sem að gagnrýna þig, veitu, hvar efni þeirra? Hvar eru bækurnar þeirra, vídeóin þeirra, bloggin þeirra? Þú veist, ég tek ekkert mark á fólki, þú veist, ef að þú stendur á leikvanginum og ert gladiator, þú ert ekki að hlaupa upp í áhorfendastúkuna til þess að fara að rífast við ykkur einn og einn áhorfenda, sko. Þeir geta bara komið niður á leikvangin sjálfir. Ég ekkert að tala við þetta fólk. Það þeirra viðhorf skipta mig engu. Þú veist, og þú veist, ég mjög sorgmættur yfir örlögum Birni, ég og pappinar erum systrasynir og ég tengdur þessu fólki þó ég engin samskipti við þetta fólk og mér ekkert sama örlög þessara stúlku, það hefur ekkert að gera með það sem við erum að tala um. Við erum að tala um spunan, við erum að tala um fjölmiðlana, við erum að tala um vanstjórnina, við erum að tala um þjóðfélagsverkfræðina. En þetta á umskiptingurinn getur ekki greint þetta tvennt í sundur eins og við erum að reyna að gera það. Og þess vegna var ég að tala fara að segja, sko, við erum 300.000 manna þjóð. Þú veist, megnið af þjóðinni myndi aldrei fara að skoða vídeón hjá þér eða mér vegna þess að þeir eru búin að ákveða fyrirfram að við séu geðveikir eða illmenni eða klikkaðir eða eitthvað. Við erum að greina í hluti af því að við erum að sjá það sem matreitt og við eigum að kyngja og við trúum því ekki. Ég trúi ekki að grænlendingarnir séu sikir að nota þið. Ég trúi því ekki. Ég trúi því ekki að þeir hafi sjálfur verið með hassið þarna um borð. Ég trúi því ekki. Ég get ekki sannað neitt annað um það. Ég bara trúi þess ekki. Og ég trúi því ekki að þessir sjómenn hafi farið á rauðum Kia-bíl suður á Reykjanesi og plantaðir þar. Ég bara trúi því ekki heldur. Og ég las fréttina það sem var viðtal við veðurfræðing sem hefur rannsakað hafstraumana á þessu svæði. Þeir sögðu, sko, það mjög ólíklegt að hann hafi rekið upp í land frá hvort sem það var Stokkseyri eða Reykjaneshrygg. Þeir sagði þetta á þannig hafstraumasvæði og þú getur hent flösku þarna í sjóinn og hún bara að reka þarna á svona kílómeters radíus fram og tilbaka og allt í einu lendir upp í höfn. Og þegar ég sé viðtal við þyrluflugmenn sem að gera sig ægilegum hetjum í augum fólks og segja við vissum strax þetta var hún og allt vaðandi gæsalöpum til hægri og vinstri, þetta allt saman, sko, það verið að segja mér einhverju sögu sem ég á að kyngja og ég geðbilaður ef ég kyngja ekki. Ég trúi heldur ekki helförinni, ég líka geðbilaður út af því. Ég trúi heldur ekki nýja allar. Það ekki að kalla þig geðveikan, það bara ég sem kalla það geðveikan. Það bara vegna þess að þú ert með 10 sinnum meira áhorf en ég. Nei, þú ert að vinna með núna, þú ert með hana, hvað er ekki, 3.000? Nei, bara á einu vídeói, sko. Ég er með eitthvað, ég er með eitthvað 300 kannski, 200-300. Þú ert alveg að rústa mér, sko. Nei, bara með eitt vídeó, sko. Já, bara með eitt vídeó, það ekkert að marka. Ég get farið að snúa mér að listinni, sko, ég get bara hætt þessu, þú tekur bara við. Já, bara við meðaltali, sko, ég er með meðaltali 50 áhorf á vídeo, þú ert með meðaltali 200-300 eða 400, sko. Ég er með 100 áskrifendur, þú ert með 500 eða 600, ég meina. Þú ert með þessi að allavega 5 sinnum meira áhorf en ég meina. Og þá fjalla ég á öðruvísum hluti. Ég fjalla meira mystíkina, þú fjalla meira að rýna í spunana sem okkur eru seldir. Ég fer meira út í merkinguna bak við það. Menni, ég er ennþá að fylgja því sem þú sagðir fyrir 2 árum, sko. Þú sagðir ekkert á Facebook, þá sagðir ég er að segja þjóðina hún sé heimsk, Guðjón er að segja þjóðina akkur hún er heimsk. Veist, til þess að hlusta á vídeón mín þarf fólk fyrst að vera búið að vera í skóla á frelsistíðinni, sko. Já, áhorfendurnir mínir eru búnir að vera í vídeónum þínum, sko. Þú ert forskóli, sko. Já, við að þú veist, sko, við erum að fara í hlutina á ólíkan hátt og ég tek snúning á ákveðnum hlutum sem aðrir bara fara ekkert út í. Og mér finnst það mjög fínt, sko, þú veist, þú oft á tíðum, það fullt af hlutum sem þú tekur fyrir, sem þú ert að rýna í, sem ég myndi ekkert nenn að rýna í, sem ekki á mín áhugasviði. Eins og þarna á föstudaginn, þú fórst alveg yfir allar fréttirnar. Þú fórst yfir allt sem var búið að setja upp í heila viku og fjallaðir það, rýndir í það og ræddir við þá sem komu inn í samskiptaþráðinn. Þessum hlutum nenni ég ekki gera. Ég kem bara fram og segja, ég sé skóna, þetta er meiklaratakt, það er fórnarathöfn í gangi. Veist, og svo bara take it or leave it. Veist, fólk getur ekki tengt við það sem ég er að gera. Það þarf
það þarf eitthvað grunn. Já, ég líka náttúrulega þegar maður í fjölmiðlum og maður svona meira áberandi þá fær maður náttúrulega harðara kjafsögn þegar það kemur kjafsögn, sko. Það elskar mig góða, ég vil ekki svona fara viðtal hjá Harmageddon eða sögu, sko, fyrir auðvitað það að ég svo sem ekkert endilega velkomin þar, en ég myndi ekki, jafnvel þó ég væri velkomin þar, þá hef ég engan áhuga á því, sko. Ég sagði Jóa daginn, ég hef engan áhuga að koma fleiri útvarpsviðtöl. Og hérna, ég er búin að margsegja þetta saman í vídeóunum mínum að ég kæri mig ekkert það, þú er gaman að því, þú er gaman að þessu slagsmálum og fyrir vikið þá erum við að sjá árangur. Við erum að sjá fullt af fólki sem að vera að rýna í skóna og rýna í vídeóin og pæli hlutinu fram og tilbaka með samsærisflöskunni í botni. Við vorum að sjá til þess, ég gerði vídeó þarna miðvikudaginn, þú gerði vídeó á föstudaginn og við erum að sjá að leið og við vorum búin að gera þessi 2 vídeó, þá fór fólk að þora að segja eitthvað. Fullt af fólki var ekkert að kaupa þetta hratt. Þannig að það er gott, sko. Og þá er mjög fínt að þú fáir fyrstu slettuna að þú ert geðveikur og ég fái mildu slettuna, sko. Því ég er mjög viðkvæmur, ég myndi ekki hafa taugar í að standa í þessu slagsmálum sem þú ert í. Ég myndi bara fara yfir á því. Já. Nei, ég er alveg með bein í nefinu til þess að handla þetta, sko, en En við erum öll slegin yfir þessu, þetta var alveg svakaleg flóðbylgja af tilfinningum sem skall á fólkinu. Ég gerði eina yfirlýsingu, ég held ég við setta í vídeó, þar sem að ég sá bara eins og svart hönd sem lagðist yfir landið. Já. Og ég fer út í svoleiðis hluti og tengi þetta í vættina og ég var Svo sér maður bara einkenni problem reaction solution, sko, að það er búið að væla meiri pening í löggæsluna og það er alveg sem að sko hendi mörgum milljörðum í það að þeir fara bara að búa til einhverja haturssegðar deildir og þetta er náttúrulega bara algjört fyllir í þannig gangi, sko. Og eftir þennan atburð þá er allir bara, bara að setja miklu meiri pening, sko, bara, verðum bara að herða lögin og verðum bara að fá meira lögregluríki, sko. Nú er allir bara inn á því, einhvern veginn, sko. Já, fólk er fíbl. Ég finna, hvað er ég oft búin að auglýsa bræðrabönd síðustu árið, lesa upp úr henni í vídeó, orðleggja fyrir fólk að það getur rannsakað, vitum við hvaða lögregluþjónar í dag og varðstjórar eru í frímúrarareglunni? Vitum við hvaða ritstjórar eru? Við vitum að valdstjórnin er musterisreglan. Það reyndar með þarna Maríu-reglunni eða hvað er heitað þar nokkrar, það er ekki bara ein regla lengur, þar eru búin að splitta sér í 3, 4, 5. Já, það er fullt af svona reglur og ég vissi ekki að Maríu-systrunum fyrir en bara núna í vikunni. Ég hafði ekki hugmynd að vera til. Þær voru stofnaðar 2008, sko. 7-8 kellingar, sko. Og ég hugsaði að það væri gaman að sjá nafnalistan og bera hann saman við valdamiklar konur sem hafa tekið þátt í að rústa mínalífi, sko. Og líka sömuleiðis konur sem eru í aktivistageiranum og eru að þykjast vera vinkonur manna eins og mín og þín. Já, bara forðast, bara listan til þess að forðast svona lið, sko. Já, bara væri forvitnilegt að sjá þetta, ekki það ég hef neitt sérstaklega áhuga á því. En sko aktivistatir, bæði sko fólki sem er að stimpla okkur geðveika, það er ekki að gera svona rannsóknarvinnu, hvað ætlar ekki að þeim að skoða þessa punkta. Fólki sem þykist vera að vakna og er að skoða punkta, það fer sjálft á rönguna ef maður segir skakka hluti við það. Það fer sjálft gjörsamlega, verður alveg fer gjörsamlega snýr öllum fötunum á rönguna ef maður samþykir ekki chemtrails eða samþykir ekki einhverjar kenningar frá þeim. Bara, ég stóð bara í vaknaður, þú ert bara fíbl, þú ert bara vondur, þú ert ekki að sjá vaknunina mína, minn sannleika. Veitu, hvaðan kemur þú? Já. Það er svo mikið að fá bjónum í gangi með þér, Guð hjálpi mér. Ég vil miklu frekar tala um umskiptinga í dag heldur vaknaða sannleikselskundur, sko. Já. En svo er líka annað sem að, henni vöknuð átt að sig ekki á. Og það ætti að vera búið að læra það með því að fylgjast með djúpkoðunum að ég og þú, við erum búin að vera að rannsaka punkta hálfa ævina. Við erum báðir búin að fara oft í gegnum einhverju skilvindu sem vaknar manni frá einhverjum fávitaskap til nýs fávitaskapar. Já. Við vitum báðir þegar við erum að tala bara eins og með þetta, er tunglið götóttur ostur? Já, ég get alveg trúið.
Ég get alveg trúa því að ostar sem að við finnum í búðum, þar sé einhver búinn að fara upp til tunglsins og skera sneið af tunglinu, að ostar séu búin til og mjólk sé bara lygi. Ég alveg til í að trúa því. Að það verði mér að skera reglulega sko, halva sneið af tunglinu einu sinni í mánuði til þess að viðhalda blekkingunni. Sko. Ég alveg til í að trúa eitthvað svona vitleysu. En þess að ég veit að það engin sannleikur til í öllu því sem sagt. Meðan ég kemst ekki upp, meðan ég get ekki farið þarna sjálfur upp í loftbelg og skoða tunglið og þreifa það því, þá tunglið bara það sem ég sagt að það sé. Við erum bara Tómasar. Ég setti nú á Facebookinu hjá mér að það var eitthvað sem spurði mig ef ég trúði á geimverur. Já, ég sá það. Ég svaraði að betur, ég trúi ekki að það sé geimur. Já, ég tók þátt í þeim þræði, ég benti á að ég nýlega búin að debugga geiminn, sko, ég segi hann sé massífur, en svo mundi ég allt inn eftir því að Jobsbók segir að jörðin svífi í tómum geimnum og ég henti því með þarna inn og ég sagði, já, hvort á ég að trúa biblíunni eða debugginu mínu, en sko þegar ég segi við erum búin að vera gangi gegnum svona dót, alla ævina, svo kemur einhver sem vaknaði á síðustu 2 árum og búin að horfa á nokkra klukkutíma samsæringavídeóum á YouTube og lesa nokkrar wakeupforthetruth.com vefsíðum sem eru stútfullar af AdSense-auglýsingum og ekki lesandi og þú veist, ég vaknaður, ég sé ljósið, vá, þú veist, býttu. Ja, við verðum að vera eins og í kirkjunum að fara vel með newbies, sko, við mögum ekki vera vondir við newbies. Þú bara ennþá með bleiuna, elskar mig góða, svo alveg, þú ert bara ekkit almennilega vaknaður, þú ert bara örugglega Illuminati. Já, veist, ég ofta að velta því fyrir mér þegar ég sofna á kvöldins, hvort ég sé Illuminati en bara, þú veist, K-Ultra sé búið að neita mér að muna eftir því, sko. Þú ert nú bara ekki í lagi. Nei, ég ekki einu svona að reyna að vera í lagi. Told you so. Ég ætla að fara inn á íslenska samsæringaskenningar og varpa einhverjum dímonískum trúðferavídeóm. Bæ. Settu mér í ólakort. Herðu, það strax, Trump ekkert að stoppa sprengingarnar í Jemen. Áttirðu von á því? Nei. Ég svolítið gaman af einu varandi Trump. Það eru margir núna að velta fyrir sér, sko, hann sé búin að, Ísrael setti núna byggingaherferð í gang núna á hertugtusvæðinum, sko, sem ólöglegt. Já. Leið og hann var settur í embætti á föstudaginn. Og það eru fullt af fólki að hann á bandi gyðinga? Er hann ekki á bandi gyðinga? Er hann það eða ekki? Það enginn að segja, taka eftir. Ég gerði vídeó með þetta daginn. Ivanka Trump, dóttir hans, gyðingur. Tengdasonur hans gyðingur. Og þau eru bæði með hlutverkinu í nýju stjórninni. Þú veist, og það allar líkur á því að hún verði fyrsti forseti Bandaríkjanna sem bæði kona og gyðingur. Já, sko, það alltaf með gyðinga og það alltaf með allt fólk, sko, en það verður náttúrulega, sko, fyrst þarf að stöðva þessa stríðsklappavél og svo þarf að láta þjóðir og fólk bera ábyrgð og Ísraelar þurfa að greiða Palestínumönnum stríðskaðabætur sem sýta Þjóðverja þýskuskaðabæturnar verða ósýnilega við hliðina á því, sko. Náttúrulega Ísrael og öll NATO-ríkin skulda þýsku þjóðinni trilljónir af ranglega greiddum stríðskaðabótum. Já. Nei, veistu, þetta Hvað segirðu? Hello. Ég segi, halló. Nei, en þetta með gyðinga, er ég hérna? Er ég komin? Já, ég í hérna. Já. Þú veist, fólk kemur alveg, þú trúir ekki helförinni, þú gagnrýnir Ísrael, þú ert nasisti. Það hefur ekki verið til nasistar síðan 1945. Það bara ekki til. Það er ólöglegt að vera gyðingahattari síðustu 70 ár. Ég ekki gyðingahattari. Hvað er ég búin að gera mörg vídeó þar sem ég að dásama gyðingatrúna og rýna í hennar eigin táknfræði? Hvað er ég oft búin að deila mjög sko alvarlegum vídeóum frá últraorþódox gyðingum á vegginn minn?
Veist, halló. Já, það þetta gamla að hata syndina en elska syndarann, sko. Ég meina, hvað er ég búin að gera mörg vídeo þar sem ég raukstið það sama ultra-orthodox gyðingar segja, að Ísraelsríkið ekki gyðingaríki. Að þeir sem, menni, sko eins og Ivanka Trump, hún ekkert alvöru gyðingur, hún síónista gyðingur. Það bara allt annað fyrirbæri. Hvað eru margir sem eru tilbúin að átta sig á því að Opinberunarbók Jóhannesar sagði að verður síðustu tímar á þeim tímum þar sem verða ábyrrandi gyðingar sem ekki gyðingar. Og síónismin kom fram 1890, cirka bát. Sem eru fólk sem þykist vera gyðingar, fólk trúir að þessu gyðingar, en ekki gyðingar. Hvað þarf mörg tákn til að sýna á hvaða tímum við erum að lifa? Já. Veist, og eins og þetta mál núna síðustu vikuna. Veist, ég gerði þarna 2 vídeó á íslensku, svo gerði ég 1 vídeó á ensku, reyndar ekki út af þessu máli, og bara ég áttaði mig á því að því ég gerir reglulega, þú veist, news update from Iceland. Og ég sagði, ég ána hérna einhverja 400-500 áskrifundur og ég séð það bara á áhorfendalistanum mínum á ensku rásinni að þegar ég geri news update from Iceland að það eru með vinsælustu vídeóunum sem ég geri. Svo ég segir það kannski verið tímabært ég geri 1 vídeó þetta mál þá. Þetta er það nýjasta á Íslandi. Ég myndist líka að það veri komin ný stjórn á Íslandi. Þetta er helst í fréttum frá Íslandi í janúar 2017. Og ég ætlaði svo ekki að pæla með þessu. Þú gerðir vídeó á föstudaginn þess að þú bara gerðir mjög vel grein fyrir þessu máli. Og ég tek heilsugar undir þá hluti sem þú ert að tala hana. Og þú veist, ég er ósammála einhver smáatriði, en ég meina hver að telja smáatriði? Já, nei, tunglið kamembert-ostur. Nei, það er gáta-ostur. Nei, það er misa, Það er mísa. Er það ekki bara helium, er það ekki heliumbelgur? Þess vegna verða dímonisera helium. Veist, ég veit ekki hvað tunglið en það er helviti, það er frekar rómantískt að fara í bíltúrni kærustunni sinni og fullu tungli. og máta svo aftursætin á bílnum sínum á leiðinni heim. Veist. Já, einmitt. Já, það var nokkuð að þér. Klám í byrni útsendingu. Ég sagði ekki hvernig þetta máta aftursæti. Nei, ég svo er annan alltaf, ég svo sem ekkert ég vil ekkert særa tilfinningar fólks viljandi, sko. Það hefur aldrei verið neitt plan hjá mér, sko. Ég náttúrulega bara að lýsa því sem ég sé, eða tel mig sjá. Sama hér, ég meina, ég lifi ekki. Þú veist, það breytir engum það hvað skoðun fólk, þú veist, ok, ég lóraði þetta svona, ja, því ég er búin að fara í gegnum nokkrar þvottavélarnar síðustu 10 ári hjá fólki, sko, og ég áttaði mig á því daginn, fólk sem hefur skoðun á mér, en þekkir mig ekki, það fólk er ekki marktækt og hvað það segir mig, skiptir mig ekki máli. Fólk hins vegar sem þekkir mig, umgengst mig, tekur þátt í minni tilveru. Það fólk skiptir mig máli. Já. Það er fólk sem tekur þátt í mínu lífi og myndar með mér samfélag. En hvað einhver skrifar á Facebook mig, ég fer út með hundana mína núna eftir og það er gott veður og ég hlakka til að fara með þau út og viðraði svolítið og þau hlakka til að fara úr þefa einhvers staðar úti og leita slóðum og svona. Það verður skemmtilegt. Ég ætla ekki að eyða þeim tíma ég á áhyggjur af því hvað einhverju kettlingu upp í Breiðholti finnst mig af því að sagði eitthvað á internetinu. Veist. Já. Bara, þú veist, hún getur bara kosið Guðna og velt fyrir sér að hvort að nýja ríkisstjórnin sé ill eða ekki og lesi allar fréttir síðustu viku og trúa því að þær séu sagðar af heilindum en ekki til þess að spinna herða einhverju skrúfu í hausnum á henni. Já, einmitt. Og þess að, þú veist, það skiptir engu máli. Þetta er bara eins og fólk segir varðandi þjóðveldið.
fólk skilur ekki í því sumir okkur ég ger ekki meiri að koma því á framfæri eða að reyna að gera það söluvanlega. Ef þjóðveldið fyrir að snúast það, þá var sú bygging smíðuð til einskis. Já. Þjóðveldi snýst ekki mína heimsmynd eða mína trú eða eitthvað slíkt. Það hvergi í þjóðveldinu sem að mín trú kemur sérstaklega fram, sko. Fólk stundum nefnilega gagnrýnir mig innan þjóðveldisins ef að ég útskýri einhverja hluti. Fólk fer stundum út í eitthvað svona tilfinningaramma. Það náttúrulega, fólk áttar sig ekki á að það alveg upp í tilfinningaramma. Það tekur tíma að endurskóla sjálfan sig. Og fólk alveg, þú nú vilt bara móta þjóðveldi eftir eigin höfði eða. Nei. Mín trú, hvar kemur hún fram í þjóðveldinu? Hvar kemur hún fram í þjóðveldisskrifunum? Hvar kemur hún fram í mínum þjóðveldisályktunum? Eða þegar ég með að skrifa eitthvað sem að ég vil að bið fólk að kjósa með að taka afstöðu til. Þetta sama fólk ekki að gera uppkast af ályktunum sem kosið. Og það verður engan skilning á því. Ég held til þess mínu trúmálum alveg vandlega og utan við alla þjóðveldispælinguna. Fólk kann ekki að hólfa niður hugarmengi. Fólk skilur ekki hvað það samt þykir þetta fólk hafa verið 15 ár, 20 ár í einhverjum skólum. Við erum með svo mikla menntun. Þú bara geðveikur að þú trúir ekki okkar menntun. Nei, ég trúi ekki á ykkar menntun. Ég trúi á Guð. Ykkar menntun bara hugmyndakerfi. Veistu hvað til mörg hugmyndakerfi? Það þú bara eitthvað klikkaður. En hvað þetta voru nú fagmannlega framsett rökjáður. En kannski bara miðað við það mannlega eðli sem að manneskjurnar hafa, þetta ástand sem sagt lögregluríki og ofbeldi og allar þessi viðbjóður, það bara besta niðurstaðan kannski? Eða þetta bara eina niðurstaðan sem að raunhæf, sko? Já, hún það. Já. Af þeirri einföldu ástæðu að fólk á skilið það sem það kallar yfir sig. Þetta bara alveg eins og þegar þú fórst kynntist konu og hún var svo flott og æðisleg og skemmtileg og meiráttar. Svo náður henni, eða hún náði þér. Kannski var hún allan tímann að tæla þig. Sumar konur veiða með því að gera sjálfa sig að bráð. Þannig veiða margar konur. Þær eru kóngulær í miðjum vefnum. Þú þarft að vera flugan sem að lendir í vefnum. Og þú heldur að þú hafir veitt kóngulóna, sko. Þangað til að búið að vefja vefnum utan að þig. Svo ert þú farin að vera með þessari konu, svo líða einhverju vikur, mánuðir og þér fer að líða ver. Þangað til þú þakka þínum sæla að losna út úr þessu hræðilega sambandi. Og þá áttur að skilja þetta samband, ef þú varst ekki, ég að lýsa mín eigin reynslu, ég veit ekkert þína reynslu í ástamálum. Ég lenti þessu að bara alveg, hún svo æðislegt ásanlega og svo var ég kannski langan tíma með henni þegar allir í kringum með mér sem voru að segja, farðu nú að vakna. Farðu nú að sjá hvers konar sambandi þú ert í. Nei, hún svo æðislega og þetta allt sínar ástæður og bla 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 bla. Og svo, vá, ég laus, ég losnaði. Hvað sá ég eiginlega við þessu kerlingu? Það kóið, sko. Það kóa. Ég veit ekki hvað það er. Sko, þetta nú reyndar mjög einföld lögmál að maður laðar að sér fólk í sama ástandum að sjálfur, sko. Sko, ef ég hafði ekki meiri þroska en þann að fara út í samband sem að fór illa með mig, þá átti ég að skilja. Það bara þannig. Og ef ég lærði ekki á reynslunni þegar ég fer í næsta samband, þá það líka skilja. Þannig að já, fólk á skili það samfélag sem verður að vefa utanum það eins og kóngulóarvef. Reyndar sko, þá komum við að spurninginu lygina, sko. Já. Að það að fólk veit ekki. Það eins og með unconscious, sko, ef einhver liggur meðvitundarlaus langtímum saman á sjúkrahúsi eða heima á sér eða hvað sem þá erfitt að ákæra hann fyrir glæp, sko.
Ég myndi orða þetta öðruvísi, ég myndi búa til nýja öðruvísi líkingu. Því þú talaði þetta ofta áður, en tökum mann sem fyrir inn á sjúkrahús af því að honum er illt í maganum. Ok, mann fyrir á sjúkrahús og honum er illt í maganum og hjúkkan segir við hann, heyrðu, við ætlum að tappa af þér hálfum lítra blóði, þá líður betur í maganum. Og honum er að tappa á honum hálfum lítra blóði. Og daginn eftir líður honum ennþá illa í maganum, en hann finnur að það verður aðeins í létt, að þú ert alltaf léttari ef þú missir aðeins blóð. Já, heyrðu, við þurfum eiginlega bara að tappa meira blóð að þér. Við ætlum að taka hálfan lítra í viðbót. Og þú ert með 5 lítra blóði, sko. Svo allt í einu bara ertu búin að vera þarna í 3, 4, 5 daga, búin að tappa þér 2,5 lítra blóði og þú ert svo léttur að þú finnur bara svona eymsli í maganum og segir, heyrðu, þetta er nú að skána. Þú veist, hvar er hugsunin á sama tíma? Þú hefur á hverjum tíma, sko, hæfileikan til þess að beita gagnrýninni hugsun, til þess að átta þig á því að þér var illt í maganum og þú áttir að gera eitthvað í því. En þú áttir ekki að láta eitthvað fólk ljúga þig fulla vitleysu með einhverjum vísindalegum tæknibrögðum. Og veist, samfélag lyginnar þrífst út af því að hinn almenni maður er sjálfur lyginn. Já, ég held að sko það verður að taka inn stig consciousness sko að þetta að fólk sér ekki, það veit ekki og það skilur ekki. Ég er sammála því, þú ert að tala apana 3. Já, en sko málið er líka sko að náttúrulega ef fólk væri út í náttúrunni og væri síðan rænt og sett inn í svona samhengi þá er það varla þeim að kenna í hvaða stöðu það er sko. Svona eins og Stockholmseinkennið. Já, nei, ég er að meina sko, veist, ef að maður er bara náttúrulegur í náttúrunni, já, ertu bara til 25 ára gamall, bara svona. Já, ok. Og og með allan þann þroska og heilbrigðan þroska og allt svoleiðis, 25 ára gamall. Okay. Og það þarf að taka ákvarðanir út frá því annars að vera með nokkra skemmdir eða nokkuð slíkt sko. Og þá er ég að tala um þennan gaur út í náttúrunni sko. Já. Og ef þú tekur hennar gaur og rænur honum og situr hann inn í svona samhengi, það sem er bara ofbeldi og viðbjóður og ferð að hyrða honum 90% tímans, þá getur þú illa saka hann það því að það er verið að beita hann ofbeldi sko, eða ræna honum. Já. Sama er með manneskjur sem er bara kastað á leikskóla sem allra fyrst og það er byrjað að hamra á þeim sko. Og síðan er bara heila þvóttaprógram sko og það er einmitt þetta sem ég vorði fyrir þessi hróp og köllum að ég sé geðveikur er einmitt endurspeglun á þetta ofbeldiskerfi sem er í skólum sko. Samanlega. Ef þú ert í skóla og segir, heyrðu, tungli lítur út sem eins og ostur, heyrðu, þú er bara fábjónu, þú er bara geðveikur, þú er bara hálfviti og það er bara lítið barn sem segir þetta bara í saglið sínu, fær sama sem er taktringar, sko. Já. Og þannig ég er alltaf að horfa á þetta, sko, að ég gef fólki það að það er unconscious ekki af eigin gerðum heldur af ofbeldi sem það verður fyrir. Ég sé hvað þetta fara og ég skil, þetta er svolítið stórt dilemma og ég vissulega hugsa stundum þetta líka. Já. Að ég spyr sjálf á mig svona spurninga til dæmis, hvernig stendur á því að ég sem fór líka á leikskóla, ég fór líka á, ég fór ekki á leikskóla, ég fór á leikvöll. Leikskólar voru ekki eins algengir þegar ég var krakki, voru meira leikvellir og miklu algengar að maður bara heima það. Já, leikvöllur er ekkert að ég var settur 6 mánaða á dagheimili og þar var ég bara fastur í girðingunum þá ég var 6 ára, þá var ekki hægt að leyfa mér að vera lengur þar. Sko. Já. Og svo ferði í skólan og svo ferði í jafningjanámið, sko, eða þú veist, ferði í félagsskap, sko.
Svo það uppeldi heima og alls konar keðjur, svo það líka þegar þú ferð að vinna, sko, að þú kemst að raunum að ef þú samsamar þig ekki í hugafarinu, þá kemst þú ekki áfram. Ef þú getur hérna lent í því að vera á það hotreik og hent út, sko. En á einhverjum tímapunktum gerist svona hlutur, ég veit ekki til dæmis, ég veit ekki af hverju það var hjá mér, ég meina að því maður hefur svo sem engan samanburð, sko, þegar ég var 20 þá trúði ég á heimsmyndinni, þegar ég var orðinn 40 þá var ég farin að efast helfurina bara sjálfur, bara út frá trúarlegum pælingum. Ég hafði engar forsendur til að efast hana, mér finnst hún mjög gott dæmi, sko. Það ekki að því ég sé obsessed með helfurina, það bara mér finnst hún gott dæmi hvað lygi getur orðið stór og hvað þú getur samsamað við henni, en á einhverjum tímapunkti gerist að þú fer að spyrja þig spurninga, sko. Á hvaða tímapunkti fór ég að spyrja spurninga? Þegar ég var 14 ára, ég hafði engar ástæður til þess að spyrja með spurninga. Svo las ég Falið vald og ég fekk fullt af forsendum til að spyrja spurninga. Síðan náttúrulega hófst ákveðin ferðalag, en það náttúrulega ágætt dæmi, sko. Það bara þegar ég sá Ernst Sundell, ég hafði ekkert pælt í þessu fyrr og eiginlega svona framan að þá hafði ég bara aldrei pælt í svona hlutum, sko. Og svo var þarna 2010 þá flutti ég frá Íslandi náttúrulega og hafði rosalega góðan tíma þarna á Spáni. Já. Ég var það bara 8 mánuði á launum í raun, sko. Já. Því að þeir fóru svo illa með mig, þá þurftu þeir að borga mér svolítið peningum, sko. Og og þá eiginlega bara datt ég í það, sko. Já. Og svo svona það voru svona 2-3 ár, svona 10, 11, 12 og 13, sko. Síðan eftir það, þá hef ég nú ekki, þú sér það náttúrulega svona það leyti sem að ég hætti með þessi sérvídeó og sérpælingar, sko. Já. Þá ég ekkert svo mikið að vinna í þessu, sko. Ég bara, ég hlusta náttúrulega mikið í vinnunni bara á alls konar channela en ég ekkert að, þegar ég fríi, þá ég ekkert að hlusta, sko. Það bara þegar á mig að vinna, þá hlusta ég. Og svo fer ég bara beint í að gera eitthvað, sko. Áður fyrir var ég var maður að gera svona miklu meiri vinnu, sko, bakvinnu. Ég meina, haustið 2008 þegar hrunið varð á Íslandi, þá ég sá enga ástæðu, sko, alveg fram að því. Ég veit eiginlega ekki hvað gerist. Ég ekki alveg viss, af því ég held að þetta hafi verið samlegðar áhrif á mér í gegnum mjög langan tíma. Bara svona hefur við séð, þú veist, mannstu þetta í lömpum sem sína svona, þú veist, það svona olía í lömpum, svo ljós að bera neðst. Já. Og það svona loft sem lavalampi. Já, mjög hægt, sko. Já. Að haustið 2008 var mjög mikil vöknun fyrir mig svolítið að vissan hátt, sko, ég eiginlega veit ekki hvað ég að segja. Það þú veist, líka dómsmálið mitt var líka vöknun, þú veist, að sitja í dómsal og horfa á dómara, dæma þig fyrir eitthvað sem hún búin að ákveða að þú hljótir að hafa gert. Það rosalega köld gusa fara manni. Og það situr alltaf í mér, sko, ég var spurður einnig spurningu og spurningin var svo dónaleg, hún var svo heimskuleg og ég tók mér hálfa mínútu til þess að hugsa hvernig ég ætti að raða saman orðum til þess að ná að svara þessari spurningu hárrétt eins og ég vildi. Og saksóknari sagði, sjáðu bara, hann veit ekki einu sinni rétt svar. Já. Þú veist, og svo leit ég á verjanda minn og hann var bara að horfa á skrifborðið sitt, sko. Og þú veist, það var svo margt sem maður lærði á þessu tímabili. Þú veist, það voru svona samlegar áhrif. Einn daginn allt í náttaði mig á því að ég sko sumarið, kannski eins og fólst að segja, sumarið 2010, þá gerði ég þarna þessa illa gerðu vídeóbók mína sem ég kalla Willful Wind, sem átti að vera svona tilraun til þess að ég vildi gera upp bara æviskeið mitt fram að þeim degi. Þá fór ég að fá svona ákveðnar svona trúarlegar upplifanir.
Ég streyttist gegn þeim í 1,5 ár. En þegar ég hætti að streytast gegn þeim, þá tók tappan úr. Þann vetur 2011-12, frá voruna 2011 til vorsins 2012, þá var ég að spisa þarna við pælinguna ferli sjá hvað að vilja. Og á þeim tíma ég held ég að gera þessa vöknun, sko. Ég held að það sé svona tappinn sem var tekinn á vaskinum hjá mér, sko. Það var þarna ákveðin heimavinna sem ég fór í gegnum á einu ári. Af því ég var að reyna að finna, sko, einhverja útgönguleið. Ég var náttúrulega mjög slæmum stað innan í mér. Og ég var líka á slæmum stað í samfélaginu. Hluta til út af því átti að skila, en hluta til að því að fullt af góðborgurum voru að meina mér að fá að lifa eðlilegu lífi. Sko, það var rosalega skvett að sjá blórabökkulegum. Fullt af svona yfirborðsheilugu, skynheilugu fólki, sem svona gull og gersemi, sem að fær útrás fyrir dulda reiði inn í sjálfum sér og dulið sjálfsattur á einhverjum öðrum sem að má, þetta var svona svipað eins og allir sem að hata Hitler og nasista. Þeir hata ekkert Hitler og nasista. Þeir hafa aldrei séð nasista eða Hitler. Þeir eru að hata eitthvað, þeir eru að fá útrás fyrir eitthvað hatur innan í sér sem þeir veit ekki eins og hvað það er. Þetta er blóri. Og á þessu tímabili sá ég þetta mjög skýrt. Og þá fer ég smá saman að raða saman punktum. En svo fer ég náttúrulega, gera ég Godswill og ég fer að gera þessa hluti og svo fer ég að gera þjóðveldið og svona, svo ég rekin á götuna og þá gerist þetta. Veturinn 2013-14, þá næ ég að setja sama sem punkta á sama sem ekki á rosalega marga punkta á mjög stuttum tíma. Svo þegar við förum að kynnast og við förum í djúpkanir, á því tímabili ég farin að horfa mjög mikið á einmitt vídeó frá öðru fólki sem hefur tengt punkta. Maður byrjaði svolítið í samsæringunum, en núna til dæmis ég horfi, bara sem dæmi, ég eyddi 3 eða 4 klukkutímum í gær eða fyrradag við að hlusta á fyrirlestra Bismarck, Otto Bismarck. Stórt nafn á 19. öldinni sem mjög heillandi persóna, sem svona svolítið sérstakur maður. Og mér langar að vita meira Bismarck. Hvað gerði Bismarck óvenjulega? Og þarna einhverjir að tengja punkta. Ég fór bara eins, og eins og þú þekkir. Ég meina, ég heyri, ég set út á alla, sko. Ég veit ekkert hvað er rétt eða rangt. Það best að ég set út á allt. Ég efast bara allt. Bara svipað eins og þegar þú ert að segja sálin er hóps. Að ef ég get ekki fundið eitthvað til að rífa það niður, þá fer það á, og ég veit að Sigurgeir okkar, hann kallar þetta hillu 13, sumt fyrir á hillu 13 hjá honum, og ég veit ekki endilega nákvæmlega hvað hann á við, ég með aðra hillu, hún heitir eitthvað annað, það til hilla sem að hlutir fyrir á, sem ég get ekki alveg rifið niður. Ef ég get ekki alveg rifið það í tætlur, þá fer það í geymslu, þá legg ég það í súr, það verður á súrmat. Súrmatur er hollur og góður. Ef ég get ekki debunka það, þá fer það í geymslu, það verður ekki að sannleika, sko. Það nánast ekkert sem kemst í gegnum þá síðu, sko. Nei, ég veit ekki. En sko, í öllu þessu ferli, öllum þessum farvegi síðustu árin, þá sé ég þetta, sko, þegar ég var nývaknaður til kristindómsins tvítugur, þá var ég nú aldeilis að sjá sannleikann, sko. Þegar ég var komin út úr þeim heimi og var að grúski taóismanum 4 árum seinna, þá sá ég nú aldeilis, sko, eitthvað merkilegt, sko. Þegar ég lærði jungista sálfræði, já, vá, þetta var nú aldeilis sannleikurinn, sko. Svo einn daginn bara þá ákvað ég bara að skilja á borði og sæng við sannleika. Já. En hvað gerir það verkum að þú geymir, sko, efahyggjupunktana? Hvað vekur samsærisröskunina? Ég veit það ekki. En eitt veit ég, og ég er alveg viss um það, að við öll frá því við fæðumst og þar til deyjum höfum mörg tækifæri á hverjum einasta degi
til að sjá í gegnum blekkingar. Og ég held að þó að sumir hæli mér fyrir ég sé klári að gera þetta hluti, ég nefnilega alls ekki sammála því. Þegar ég lít tilbaka yfir farin veg, þá skil ég ekki okkur að það tók svona langan tíma. Ég skil ekki okkur ég var svona lengi að segja að gegna þessa hluti. En það svo, þegar þú sér því gegnum, þá blekkingin svo augljós. Þú veist, það nú eitthvað vesen á netinu, sko. Já, einmitt. Nei, ég á ekki svar við þessu, en ég held að enginn sé án afsökunar. Hvort sem hann var tekinn út úr náttúrunni og settur inn í fangelsi og heilaþvoður eða heilaþvein, eða settur í leikskóla og heilaþvein. Ég held að við höfum öll tækifæri. Og ég held að menn eins og ég og þú veist, nú gagnrýnum við gauðra eins og David Icke og Alex Jones og svona, ég vil ekki missa þá. Þú veist, ég vil alls ekki missa þá. Ég skrifaði með stöðuppfærslu Axel í morgun. Sumir segja að Axel sé meitlari eða meitlar að segja stjórnunum og svo bætti ég bara við, það einmitt snilldin. Þú veist, ég ekkert sammála öllu sem Axel gerir, en ég vil alls ekki missa það sem hann að gera. En þess að þú þarft svo marga punkta og marga filtera til þess að ná einhverjum að sjá að það er skógur, sko. Og þú hefur gert, eins og þegar ég var að bera okkur saman að náðan, þú hefur gert fullt af hlutum sem ég að nota. Og fullt af hlutum bara eins og á föstudaginn þegar þú bentir á þetta með lögregluskólann. Ég hugsaði, já, heyrðu, þetta er augljós punktur leið þú sér það. Já. Þú veist, ég þarf á ykkur í hinum vitleysingunum að halda til þess að vita að ég er líka vitleysingur, þú veist. Já, og það voru mjög góði punktar frá þér sem hjálpuðu mér, sko. Já. Þú veist, mér finnst það þannig sem er að meira gaman, sko. Þú veist, ef ég er að debugga eitthvað, ég er ekki að gera það fyrir neitt annan en sjálfa mig, sko. Þú veist, ég er bara að reyna að, ég er búin að fatta að veröldin sem við búum í hún er jafn mikið sköpuð af okkur sjálfum eins og fabrikkerið af einhverjum öðrum. En hún er ekki sjálfsprottin. Það veit ég. Ég er alveg sannfærður hún er ekki sjálfsprottin. Þó að humanistafræðin hafi reynt að kenna mér það í skóla. Sko. Og dímonisera alla sem neita að trúa því. Sko. Og ég held að blóðgjafir séu jafn mikið eitur og ekki verra heldur bólusetningar. Mér finnst svo fyndið að samsæringar vil ekki skoða það. Mér finnst alltaf gaman að finna sannleika sem ekki einu svona samsæringar rýna í, sko. Ertu ykkur stríður við samsæringa? Já, svona án þeirra gæti ég ekki gert það sem ég er að gera, sko. Ég er ekkert vissum að ég upplifi mig svo mikið sem samsæringi. Ég er ekkert svona bara pælari, sko. Ég veit það ekki. Ég hef miklu meira áhuga á svona heimspeki og sjálfsveldisflokknum og einhverju svoleiðis fínari, sko. Ég segi það sama, ég vil hugmyndafræðina, það er hugmyndafræðin sem hyllar mig, sko. Veist, ég hef engan sérstakann áhuga á því sem var í gangi í íslensku samfélagi síðustu 8 daga, ég hef engan áhuga á því í rauninni. En maður sogaðist með inn í hvirfilbyljum, sko. Já, það er náttúrulega, sko, þegar maður sér Íslandið sitt verða að, sko, lögregluríki af verstu sort, sko, þá hlýtur maður eitthvað aðeins að reyna að spyrna við. Já. Og í því sem maður er að reyna að spyrna við þá er bara hatamann allir, sko, þannig að maður svona bara býtur við. Já, það er bara að fá fleiri myndavélar. Það bara verður bara að vera með vélbyssusveit hlaupandi upp og niður Laugaveginn allan daginn. Það bara verður að vera. Hvað eru mörg stöðugildi á bakvið hverja myndavél? Já, og bakvið hverja vélbyssu, sko. Það er nú það. Já, það er nú vélbyssu. Og svo er náttúrulega landhelgisgæslan stöðugt í einhverjum stríðsklæpaverkefnum allan heim. Já, það má ekki tala það. Vill enginn tala það. Og eiturlyfja smygli hægri vinstri, veist þetta. Ég bara skil ekki í fólki, sko. Nei, ég skil það ekki heldur. Ég er náttúrulega búin að vera á þannig stað líka innan í sjálfum mér síðustu svona 2-3 mánuðina, ég þetta lengur að það er alveg tilgangslaust að segja fólki eitthvað. Það er bara tilgangslaust. En það er eitt sem ég er búin að læra á öllu þessum ferli, sem að mér finnst alveg heillandi.
Við búum í, sko, nú þykist ég búin að vera að greina svolítið þennan húmanista heim sem við búum í. Allan og nóg mikið til að ég sé það skýrt. Ég veit ekki hvort að þeir sem að hlusta á mig sjá það skýrt. Og ég búin að greina kirkjuríkið, ég búin að finna kirkjuríkið og ég núna búin að vera svolítið í vetur að minnast öðru hvoru á konungsríkið Ísland sem ennþá til. Við varum bara að tala það síðast í gær. Og það finnst mér svolítið heillandi fyrirbæri að við búum ennþá í konungsríkinu Ísland. Og þegar þú ert að minna fólk á að sko alþingi, ríkisþingi á Austurvöll, ég vil ekki kalla það alþingi, því það ekki allsherjarþing eins og var, að þeir ennþá með skjaldarmerki Danakonungs upp á sér. Sko, það ekkert ríki í heiminum, ekkert ríki í heiminum eða mannkynssögunni myndi hafa skjaldarmerki annars ríkis á ríkisþinginu sínu, nema íslenska konungsríkið. Og það alveg rétt sem margbendir fólki á, það sönnun þess að Ísland fylki í danska Austur-Indíafélaginu. Og þessi hegðun með Pólar Nanok, Færeyjar, allt kemur við sögu. Danmörk kemur við sögu, Færeyingar koma við sögu, Grænlendingar koma við sögu, Íslendingar koma við sögu, danskt herskip, íslenska landhelgisgæslan, íslenska lögreglan og svo framvegis. Það eru öll táknaðar. Litirnir sem þú ert margoft búin að benda á, að fánalitirnir grænlensku eru hvítur og hvítur og rauður, en það enginn að benda á það að fánalitirnir dönsku eru líka hvítur og rauður. Já. Það enginn að tala um það að það var Danakonungur. Ég benda á eitt skemmtilegt dæmi reyndar. Danakonungur, ég hef nú oft talað um þetta, Danakonungur krafðist þess að rauði liturinn í íslenska fánanum. Ok. Það svolítið merkilegt sko að ég tók þetta fyrir í vídeói fyrra. Ég var búin að lesa um þetta á einhverjum bloggreinum og búin að grafa þetta upp þegar ég byrjaði með þjóðveldið fyrir 3 árum. Já, fyrir 4 árum. Það kom 4 ár. Síðan var ég eitthvað að fjalla með þetta í vídeói fyrra og ég fann grein sem ég hafði ekki séð áður sem var inn á forseti.is. Svo að sú síða núna dokumentuð í vídeói hjá mér. Núna í vetur, núna áramótin, bara leið og forsetinn hann Guðni, forseti íslenska ríkisráðsins, var með áramótaávarpið, þá bara sama dag skipta hann vefsíðu. Það var búið að skipta vefsíðu á forsetaembættinu. Ég búin að fara í gegnum hann alla og þú finnur ekki lengur greinina rauðbláan forsetann. Já. Og það þótti mér svolítið skemmtileg tilviljun. Það tilviljun? Að fáni íslenska lýðveldisins, fánasaga íslenska lýðveldisins ekki lengur finnalegin á forseti.is. Hann vill ekki viðurkenna söguna sína. Nei. Og leið, sko, það eitt sem ég lærði í vefsíðugerð sem að ég hef alltaf reynt að viðhalda í minni vefsíðugerð, þegar ég gerði nýja útgáfu, eins og bara með þjóðveldið. Þjóðveldið fékk nýja vefsíðu daginn. Ég setti upp nýja vefsíðu á nýttland.is. Það fyrsta sem ég gerði var að ég tók afrita gamla vefnum og bjóð til, ég man ekki hvort það heitir eldra.nýttland.is og setti afrita gamla vefnum þar inn. Ég gerði þetta líka á Fiskistofu þegar ég var þar. Þegar við vorum að þróa nýjan vef fyrir Fiskistofu, ég var með 3 eða 4 afrita gamla vefnum í gangi. 2 þeirra ennþá keyrð. Og þetta gerði ég til þess að ef að fólk út í bæ búið að vinna eitthvað rannsóknarefni, þar sem að vísa í gamla slóðir, að ef að það allt í einu fattar að slóðin er brotin, þá getur þú sendt mér e-mail og sagt að slóðin er brotin og þá get ég sagt þeim, þú það bara skipt út vaff fyrir eldra punktur. Þannig að gamla slóðin heldur sér. Þetta gerir ekki eins og faglega lífveldi. Þú getur líka að nota að það ekki 303. Ég nefnilega svo lélegur vefari, sko. Ég geri þetta. Lífveldið lígur svo mikið að það þarf ekki að geyma gamla slóður. Já, það komið í svona heldri SEO-plugina, þá getur þú redirectað, sko. Það kallaði 303, sko. Já, en Corbett Report má eiga það, hann bendir á mörg af webkostunum sínum sem þú finnur ekki á netinu í dag, hann segir, þú finnur þau inn á archive.org. Já.
Hann passar sig á að fylgjast með því, sko. Nei, fólk hugsar ekkert út fyrir leikskólaramman. Það bara hugarástandi sannleikur. Það ég fattaði ekki fyrir þú fórst að tala það, hvað debunking með hugarástand, hvað það nær djúpt. Þetta var bara svona eitt af því sem að mókar upp úr gryfjunni, sko. Maður að drullupolla. Það var mjög gott og hjálpaði mér mikið að skilja ákveðna hluti. En hvenær heldur að við losum okkur við þessa helvíti stanadruslur úr landi? Ekki meðan umskiptingar fatt ekki að þeir eru þegnar Danakonungs. Skonar, ég held að við varum víkingar og var einhverjar tökkur í okkur, sko. Nei, ég veit það ekki. Ég meina, sjáðu bara til dæmis hvað erfitt fyrir fólk að fatta einfallleika þjóðveldis. Hvað það rosalega erfitt fyrir fólk. Og svo, jafnvel þegar fólk kemur yfir til þjóðveldis að það samt fattar ekki hvað það með í höndunum. Það bara fyrir allt út í tilfinningasemi og það er rosalega margir sem hafa komið á þessu 4 árum sem vilja, við þurfum bara að fara með miða í hús og fara í aktivisma og fá hópinn inn. Snýst allt að fá veiða hópisma og ég segi það snýst ekkert hópisma, þú sjáðu bara þín viðbrögð. Þú vilt ennþá beita þeim brögðum sem þú ert alin upp við inn í hópismanum. Það eina af ástæðunum fyrir því að segja hópisminn sjálfur ekki til eins og hann ekki til í mínu veröld, hann ekki til hjá mér. Sú verkfræði nær bara ekkert inn á þetta borð. Þetta skilur fólk ekki. Það liggur við að Alex Jones þurfi að setja þetta í vídeó fyrir fólk til þess að byrja allan að velta því fyrir sig, sko. En hver Alex Jones? Hann er búinn að debunka sjálfan sig leið og hann gerðist Trumpisti. Hann sér ekki sólina fyrir hárina á Trump. Hann náttúrulega bara í sínu fínari, sko. Hann að selja standpínuleið. Já. Og hann svolítið klár, náttúrulega businessmaður, sko, alveg rosalega duglegur. Þannig ég ber nú ákveðna virðingu fyrir honum, og oft hann á réttri slóð með hluti, sko. Svo... Já. Alex Jones snillingur, það ekki, hann á það sem hann á. Og þú líka réttilega bent á bíómyndirnar hans. Og þetta hörku barátta sem hann hefur verið í, þó ég sjá annan sannleika en hann. Og hann náttúrulega berjast fyrir allt öðru en ég, hann berjast fyrir The Confederation. Já, en það sko, ég sé enga sérstaka ástæðu til þess að, eins og með Alex Jones, sko, mér þótti ég ekki sammála öllu, þá, þú veist, fólk alltaf eitthvað svona, það allt orðið svo svart og hvít, sko, annarkvort bara, svo núna var fullt af fólki bara blokkar á mig og bara, ég bara hættur að vera vinurinn á Facebook. En gaman. En gaman. Þarf ég þá að taka svefnlyf svo ég geti sofnað eitthvað. Taka eitthvað geðlyf, sko. Ég mun sakna þín svo mikið. Þetta svona skilaboð að ég fáviti og það endurskoða hugmynd. Já, búinn, kom að skeina mig. Já, ég hef alltaf sagt, sko, að ég vona að ég hefði rámt fyrir mér með allt og við lifum bara í útópíu, sko. Þá það mjög gott, sko. Já, það fyrir. En ef ég hefði svona rosalega rámt fyrir mér með allt og þetta væri bara rugl í hausnum á mér, þá myndi fólk ekkert vera láta þetta pirra sig, sko. Ég held að það sem hafi gert svolítið útslagið með mig sjálfan var þegar ég var að pæla í ljósinu í fyrra. Ég gjörði nokkur vídeó þar sem ég var að pæla í ljósinu, ég reyndi að gera það líka út frá reikniformúlum. Og það sem kom mér á sporið var einfaldur fyrirlestur fyrir Rupert Sheldrake, þar sem hann benti á að þegar það kom í ljós eitthvað í kringum 47 fyrir 60-70 árum síðan, að ljósið var ekki á þeim hraða sem Einstein eða einhver annar vísindamaður hafði reiknað út, að þá löguðu þeir bara öll mælitækin. Þeir bara breyttu mælitækjunum og héldu áfram að halda því fram að ljósaðin væri 360 km á sekundu, sko. Nei, það var bara, það má ekkert breyta þessum fasta, sko. Og þannig að allt sem okkur sagt, sko, ljósið líka lygi. Og þegar ég sá það svart og hvítu, bara með því að fara í gegnum með mínum einföldu tækjum, þá allt í einu fattaði ég hvað lygi getur reist rosalega djúpt. Já, líka eitt sem ég hef verið að tala með, það voru þarna gaurar sem ætlaði að reikna að jörðin væri flöt, sko. Já.
og þeir voru á svona svæði sem var svona eins og frá Reykjavík til Kjalarnes sko Já, og þeir keiftu sér svona rándýran iðnaðarleysir sko. já, Svo stóð annar öðrum megin og hinn megin og svo voru þeir í símanum og sagði, já, lýstu nú hérna og það kom bara hinum megin, það var svo dreift sko að þeir gátu ekki nota leyserinn sko. Já. Og þá fór ég að velta fyrir mig sko þessar stjörnur sem okkur sagt að séu svona punktar sko. Hvers konar leyserar eru það sko? Já. Ljós í milljarða skriljóna ljósara fjarlægð koma sem bara punktur á himilhvolfið hjá okkur sko. Já. Það er bara tvennt sem það eru bara tvær skýringar sem geta svaraði. Annarkvort eru tvær tegundar af ljósi eða sagan er lygi geiminn. Já, það er bara svona svipað eins og þú bendir mér auðvitað fyrra þegar við vorum að tala um þetta, fyrir þegar þú bendir mér á að við sjáum bara 6% af sólarljósinu. Að himinhvolfið filterar 94% af sólarljósinu frá okkur. Nei, það er ekki eftir mér, það er eftir einhverjum öðrum. Nei, þú bendir mér á að það Nei, ég man það mjög vel, þú bendir á sko að við sæjum ekkert allt sólarljósið. Þú bendir mér á að ef við færum út fyrir gufuhvolfið þá erum við bara blind, ef við færum að horfa á sólina þar. Svo ég fór á túbuna eftir að djúpkóðun lauk og fann okkur vídeó sem fór þetta og leið og ég fann að horfa á nokkur vídeó og þá sá ég þetta alveg skýrt. Og ég hafði svolítið gaman að því, þú veist, gaurinn sem heldur á eldspýtu og lýsir í gegnum hana, kemur engin skuggi að því. Já. Að fyrir fatta allt hérna heyrðu allar myndir sem okkur sýndar út í geimnum. Það sem að þeir, þú veist, eru sko, þú veist, ok, tökum til dæmis þess að svokölluðu geimstöð. Nota bene, ef þú skoðar kort af því hvað hún á að svífa hátt, þá sérðu að hún er ennþá inn í gufuhvolfinu, sko. Hún er ekkert utan gufuhvolfinu. En ok, ég sé glotti að það, sko. Ég bara, þú veist, ég er ekki að tala um hvort að heimsmyndin sé lygi eða sannleikur. En stundum þegar maður er að tala um heimsmyndina þá þarf maður að horfa á heimsmyndina sem er seld til þess að sjá að hún er lygi. En það, þú veist, sko, þegar þú ferði upp í vídeóin sem þeir senda til jarðar, þú veist, 99 á hverjum 100 eru vídeó og ljósmyndir af jörðinni. Þeir sýna þér aldrei myndir af sólinni, aldrei myndir af öðrum stjörnum, aldrei myndir af tunglinu. Það meikar ekki sens. Og því að ef þú ert þarna uppi þá viltu einmitt skoða hinar stjörnunar. Nei, það eina sem þú ferð að sjá myndir af öðrum stjörnum, það er það sem þessi svokallaði Hubble-sjónauki sendir til jarðar. En hefurðu séð Hubble-sjónaukan? Veistu hvort hann raunverulega er þarna? Nei. Svo er hann er í U2-flugvélum, sko. Þess vegna, sko, ég get alveg keypt það og ég hef enga sönnun fyrir því að hann sé það sem er sagt hann sé. Og svo er, sko, málið er, ef þú ert, sko, nú skulum við gefa okkur að þessi alþjóðlega geimstöð sé til og að þú getur farið þangað og þú getur tekið myndir af einhverju stjörnu eins og til dæmis Proxima B eða Alpha Centauri. Ok. Hvernig stendur á því að þér er sýnd nákvæmlega eins mynd eins og þú myndir taka hana á jörðinni þinni? Þegar þú veist að 94% af því sem þú sæir út í heimnum að þú sér 95 sinnum meira út í geimnum heldur en það vantar eitthvað inn í myndina. Já. Leið og þú setur þetta á módelið, þá sérðu að það vantar eitthvað inn í myndina. Alveg eins og með það, þegar maður les einhverja fræðigreinar að það er eitt vetnisatóm eða heliumatóm, ég gleym alltaf hvort það er, á hverjum rúmsentimetri eða rúmtommu út í geimnum. Ég hélt fram í vídeóum daginn að það væri eitt atóm á rúmmetra, svo fór ég að lesa mig betur til og nei, það er á hverju rúmtommu. Og það segir mér það að það er geimurinn er massífur af vetni eða annarkvæmt helium eða vetni. Og þeir ætla að segja mér svo að hann sé vakúm. Heyrðu, bíddu, hver er að ljúga hverju hérna? Og þegar þú ert komin með heilt ljósár af rúmmetrum, 360.000 rúmmetrar á sekúndu, pluss, það segir mér að geimurinn er massífur. Það meikar ekki sens.
Ég hef heyrt eina kenningu sem að er svolítið í meltingunni hjá mér núna og það er hérna líka já, að sem sagt stjörnurnar sem við sjáum á himninum séu í raun demantar sko. Þess vegna. Að þetta sé einhvers konar ég bara hef heyrt þetta sko en allar þessar geimstöðvar og Hubble Hubble-ið og satellitarnir og allt þetta eru vetnis eða heliumblöðrur og U2 njósnavélarnar sko. Það koma aldrei niður á jörðina sko, það eru vélar bara stanslaust í gangi þarna uppi sko. Sástu fréttir daginn, það var einhver sem postaði á netinu, ég glemdi að fara og skoða það nánar. Það var einhver vefsíða sem að birta upplýsingar að það voru settar svona atómklukkur, það eru til einhverja atómklukkur. Þeir settu atómklukku í sikkur á flugvélina, þær fóru á loft á sama tíma og það lentu á sama tíma, en þeir lentu og tíminn í atómklukkunum var mældur og bar honum ekki saman. Þær voru ekki lengur á sömu sekúndunum, þegar önnurinn hafi breyst. Nei, ég hef ekki heyrt það. En ég veit ekki meira þetta, ég glemdi að fara ofan í þetta. En ég hef hlustað svolítið á Brian hana sem er verkfræðingur og er alveg bara eitt spurningamerki sko. Ég lærði nú verkfræði og þessi heimsmynd sem okkur er sýnt stemmir ekki bara við einfalda stærðfræði sko. Já. Og og þá svona eftir að melta það sem hann hefur verið að segja þá er ég sko og ég gera svolítið núna, ég sný öllu við sem er sagt sko og sagt að flóð og fjara fylgi tunglinu sko og ég snýði við, fylgi tunglið ekki flóð og fjöru? Já, ég er mjög ánægð með þá kenningu þína. Og tunglið er kalt og sólin er heit, þannig að það er það balanserar kerfið sko. Það er nota bene, það er alltaf sama hliðin sem snýr á sólinni og hún er alltaf í hita. Og snýrað okkur líka, það er alltaf sama hliðin sem snýra okkur. Það vantar eitthvað í þá mynd líka. Það sem ég sagði á þannig, það er eitt sem ég er búin að vera að læra á þessu ferðalagi síðust ári, sem er mjög heillandi. Það er þetta með mannlega náttúru, mannlega eðli. Og ég fór síðan að tala þetta með húmanismann og kirkjuríkið og þú þekkir nú vel módelið mitt með 7 heimsmyndir. Já. Að eitt sem ég nefnilega rekið mig á er að þegar þú talar við fólk sem trúir hinum opinbera sannleika, fólk sem trúir á þá heimsmynd sem að þegnar íslenska lýðveldisins trú á, þeir verja þá heimsmynd fram í rauðan dauðan. Alveg sama hvað þú sýnir þeim fram á staðreyndir. Og ef þú tekur alla sem trúa einhverju heimsmynd, það er eins með á alla. Hinn mannlegi veruleiki hefur engan áhuga á sannleika. Ekki neitt. Það er eitt af því sem ég er búin að komast að. Og ég er búin að komast líka á öðru. Ef að þú byrjar að predika þinn sannleika og þú bakkar ekki frá honum, þú bara segir þetta er sannleikurinn, en þér er sama hvort fólk trúir eða ekki, þú bara þetta er sannleikurinn, þetta er það sem ég sé, þá færðu fylgjendur við hann. Þú færð fylgjendur við hennar sannleika og því betur sem að þú rökstyður þinn sannleika, þeim mun betur fara þeir að rökstyðan og þeir munu ná í fylgjendur. Og þannig getur farið í stríð við heimsmyndir með heimsmynd. Þetta er ég búin að sjá. Og það hefur ekkert með neina sannleika að gera. Og því hver einasta heimsmynd getur útskýrt heiminn út frá einhverjum sannleika. Og það er allt saman rosalega áreiðanlegt í hugum þeirra sem að trúa. Öll heimsmynd, hvort sem allt frá aþeisma til strangtrúara allabattaríkauðra, þetta er allt saman sannleikar. En þetta er allt saman byggt á trú á einhvern hátt. Og þú skiptir ekki trú með rökum. Það er hlutur sem ég lærði þegar ég var í óttunum. Það er vegna þess að þú heyrir eitthvað sagt, þú geymir það, þú vinnur úr því og svo gerist þú trúskiptingur. Það er eitthvað dulrænt sem á sér stað þarna. Þetta er óbúslega spennandi mystík. En þetta er líka hættulegt. Vegna þess að eins og þú veist þá hef ég mjög mikinn áhuga á síðari heimsstyrjöldinni. Mjög mikinn áhuga á henni og ég fjalla mikið hana frá ýmsum hliðum. Aðeins orðið var þetta.
Og ein af aðal ástæðunum, ég held ég hef alveg sagt þetta á einum eða tveimur stöðum, en ein af aðal ástæðunum fyrir því hvað ég heillaður af síðari heimsstyrjöldinni svo að hún snerist algjörlega þetta. Algjörlega. Já. Hún hafði ekkert að gera með neitt af því sem okkur sagt hann. Þess vegna segi ég oft, allt sem þeir sagt síðari heimsstyrjöldinni er lygi. Hún snerist algjörlega það sem að Hitler kallaði Weltanschau, eða heimsmynd, eða heimssýn. Hvernig sérðu heiminn? Og þeir, síónista heimsveldið fór í stríð gegn heimssýn. Og það ástæða fyrir því að sú heimssýn hefur verið dímoniseruð núna síðan 1945 og bönnuð með lögum. Hvernig getur þú sett heimsmynd í fangelsi? Og nú segir fólk þetta stundum, ég hef sagt þetta sjálfur, þú getur ekki sett skoðun eða trú í fangelsi. Jú, það búið að vera að gera það núna í nokkur áratugi. En það sem við sjáum til dæmis í umræðunni í Evrópu núna, en við sjáum að það mjög margir sem að reyna að uppdýrka þessa heimsinn upp á nýtt. En það sem ég verið að gagnrýna marga að þeim með að þeir veit ekki hvað að gera. Þeir í fyrsta lagi að biðja nýja heimsstyrjöld. Og í öðru lagi skilja ekki heimsmyndina sem þeir að reyna að dýrka upp aftur. En málið það hérna svolítið komið inn á Retas Radio. Já, hann nú einn af þeim sem að taka þátt í þessu. Já, það reyndar annar vinkill þar sem að áhugaverður. Okay. Og það þetta sem þeir kalla white genocide, hvíta þjóðamorðið, sko. Já, ok. Að, sko, það rosalega mikið árás á menningu hvítra og við já, þeir eru að tala það sem að það eigi bara að taka út hvíta, sko. Já, það partur af þessu, vegna þess að þú ert að sjá þetta dýpra, þetta svona svipað eins og með Ernst Sunders. Ég var einmitt að tala það í vídeóðu nýlega, þess að ég vildi bara, skrásetja þá pælingu, að áður en Ernst Sunders var tekin fyrir, þá hvarflaði ekki á nokkru manni að gera holocaustur í vísumstigi. Hann var ekki tekin fyrir til þess að bara ná að tala það, hann var tekin fyrir til þess að geta auglýst þetta fyrirbæri. Og það alveg eins með þessa nýfasista í Evrópu, og Retas Radio einn af þeim, að þeir eru að leyfa sér að opna umræðu sem bönnuð. Og þetta alveg sem framhjáhald, sko. Það bannað að halda framhjá. Hvað eru margir sem að einmitt fara að halda framhjá af því að það bannað? Já, en sko... Hvers vegna verið að dímonisera LBG, stafrófsfólki út allt, LGBT-fólki? Það bara til þess að fjölga þeim. Það branding, þetta markaðssetning. En það rosalega mikil þjóðfélagsverkfræði gegn hvítum að því að sko, náttúrulega elitan, hún vill ekki hafa sterkt fólk sem að getur ógnað þeim, sko. Það ekki mín túlkun á þessu, en ég skil þessa túlkun. Sko, núna í 70 ár hafa Evrópumönnum verið bannað að tala að þeir séu á einhvern hátt sterkari heldur en aðrir kynþættir. Já, og svo náttúrulega fóstureyðinga sláturhúsið, sko, það bara... Það alveg sér kapitúli, sko. Hvítir mega bara ekki eiga börn, það bara eitthvað skömm að eiga börn og vera með heimili og fjölskyldu. Það líka verið að gera þetta í Afríku, sko, það víðar. En það sem ég að reyna, ég er ekki að mótmæla, ég sé hvað ótt við, en ég sé annan flöt á þessu. Sko, það var náungi sem strákur sem ég þekki sem mjög pæltur, sem að hann hefur farið miklu dýpra í fasismann heldur en þessi nýfasistar sem í gangi í dag. Hann las Alfred Rosenberg, hann las Julius Evola, hann las hugmyndafræðingarna á baku fasismann. Ég hef talað við nýfasista í dag sem að vita kannski að Evola til en hafa ekki hugmynd hverja Alfred Rosenberg er. Margt af því sem ég veit fasismann út af því að þessi náungi sagði mér marga hluti. Ég hef ekki rannsakað þetta neitt onni í kjölinn, en ég eins og talaði mikið af fólki og ég hlusta og ég geymi.
þegar það sem hann benti mér á, og það eru 15 til 20 ár síðan hann benti mér á þetta, hann sagði, síðan sko, hann sagði, byrju, leið mér að reyna að rifja upp orðin hans, hann sagði, þú horfir á evrópska kynþáttinn síðustu 2000 ár, frá því að hann tók við, frá því að Evrópa tók við forystu í heiminum. Þú veist, forysta í heiminum var lengi í Kína, Indlandi, Persíu og Egyptalandi. En síðan færðist það yfir til Grikklands og Rómar og síðan yfir til Englands og Þýskalands. Síðan þessi evrópski kynþáttur tók yfir, fyrst hjá latínósunum og síðan hjá germönunum, þá höfum við skarað fram úr öllum öðrum kynþáttum á jörðinni í þekkingu, könnun, vísindum, ofbeldi, stjórnmálum, andlegum hlutum, alveg sama hvað þú kemur inn á þetta. Við höfum alltaf síðustu 2000 ár verið mörg skref á undan öllum hinum og jafnvel lagt á undir okkur. Og svo bætti hann við, núna í 70 ár hefur okkur verið bannað að tala það. Já. Og ég sagði mig bara sjálfur, það sem hann var að gefa í skyn, það kemur að því að sú púðurtunna springur og nýfasistar í Evrópu eru kveikurinn á því og þeir sjá ekki að það er verið að spila á þá vegna þess að þeir eru að leyfa sér að segja þetta sama og rökstyðja það til hægri og vinstri og þeir telja sig vera að berjast fyrir einhvers konar réttlæti því að allir aðrir kynþættir mega vera rasistar nema við. Og það er verið að búa til uppskrifta áflogum og nýrri heimsstyrjöld og meðan þessir menn og konur sjá ekki hvernig verður að nota þau í þjóðfélagsverkfræði til að spila meira á tilfinningar, þá eiga þau skilið það sem þau uppskera nýja heimsstyrjöld. Ég heyrði eitthvað segja hérna, manstu hvað þú varst reið eða reiður þegar að 3000 manns voru sprengdir í loft upp í 9/11? Einmitt. Hvað þú varst reiður eða reið við það eins og legasagan var nú og svo sagði við komum til að hugsa þér þá hvernig fólki í muslímaríkjunum líður því það er búið að vera 9/11 á hverjum einasta degi þar. Akkurat. Það sem að eru sprengdar 3000 manneskjur upp á dag í tíð Obama sko. Og allt það sem ég er að reyna að segja er einmitt á þessu sömu lína að ef við sjáum ekki verkfærið sem er að herða skrúfurnar á okkur og huganum á okkur, ef við erum ófærir að sjá það er verið að spila á hausinu á okkur, þá eigum við skilið afleiðingarnar af því. Ég held að sko það þarf að halda leynireglunum, fólk verður að sjá í gegnum leynireglunar. Og það held ég að sé gríðarlega mikill lykill að fólk einhvern veginn svona, já, byrju bankastjórinn sem að skriljónfaldaði lánið mitt, dómarinn sem dæmdi að mér húsið og sýslumaðurinn sem kom og tók það og lögreglan sem hélt mér frá því að berjast fyrir réttlætinu mínu. Þetta fólk er allt saman í sama saumaklúbbnum. Algjörlega. Og ég lofaði því að bæði Rothschild og Soros eru í þessum klúbbi líka. Já. Við erum undir dönsku deildinni, þess vegna fer fossetan okkar alltaf að sitja skjöld í musterið í Danmörku, sko. Já, hún er Margréti Þórhildi. Já. Þetta er ekki spurningum persónu að vera að holda blóði, sko. Margrét Þórhildur er svo góð. Já, einmitt. Yeah, right. En annað sem ég veit fyrir mér, akkur eru þessir dönsku drullu dólar að fela alltaf eftirnöfnin sín? Það er að skamma sín. Já, það var góður punktur af þér. Hvað er aftur ættirnafnina Katrínar? Það er eitthvað Thorlacius eða Thoroddsen eða eitthvað. Ég vill að við bara og við þurfum alltaf að ná tökum, ég veit ekki, þetta er svo miklu vitleysingar. Ég held ég fari bara að taka upp söluhæfileikana mín og selja þessu fólki eitthvað heimskulegt.
Ég hef búin að vera núna í 6 mánuði að reyna að endur heila þú sjálfa mig til þess að hætta að gera vídeo og hætta að blogga og fara að snúa mér að einhverju, læra torfhleðslu eða eitthvað svona nytsamlegt. Bara þú veist. Það er ekki að læra torfhleðslu, það er bara út og byrjar. Já, ég veit, en ég segi bara svona, þú veist, ég er búin að sjá að það að reyna að tala við skrýl sem að ekki hugsar, þá enda maður að því að vera samdögna, sko. Já, við erum nú með nokkur 100 mann sem að skilja hvað við erum að segja, sko. Við erum ekki að gera lítið úr þeim. Ég sé ekki betur en að þau séu hangandi með sjónvarpsfjarstýringuna glápandi og einbann að láta að spila á tilfinningarnar í sig líka. Ég sé ekki betur. Ég reyndar með svolítið stóran hóp sem er alveg með kollin í lagi, sko. Ok. Ég er kannski... Það telur í tugum reyndar ekki 100, sko. Já, ég sé þetta ekki. Og það er líka bara fólk sem er svona skynsamt, sko. Það er svona, ég er flott hjá þér og ég er sammálaður og stið það sem þú ert að gera, en ég er bara stöðum hennar vegna að þú er ekki að gera neitt eins og þú, sko. Já. Bara upp á vinnu og sjá fyrir það er nú eitt af stóru vandamálum, það þurfa fleiri að tala. Já, það studdi mig mikið þegar þú gerði vídeóið þitt, sko, því ég taktist gat ekki farið og tjáð mig, sko. Já, ég sá það gerast, ég sá hvernig að ég reyndi nú að stíga varlega til jarðar í þessu vídeói, en ég sá hvernig það fór á ákveðin, já, og ég sá það bara þegar þú varst búin að gera vídeóið þitt, þá svona sá ég, þú veist, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, þá fór að fjölga svo mikið fólki sem var að tala hann á netinu, sko, og benda mann á punkta. Þessi 2 vídeó okkar tóku svolítið tappan á tunnunni, sko. Og ég fór að hugsa í kjölfari líka, nú veistu, ég veit að þú sást það þegar ég gerði hérna anti-spellbreaking á veggnum mínum fyrir gær. Já, það er einmitt einn þáttur líka sem ég er alveg sammálaður með, sko. Og þetta bara svona flög hausinn á mér og ég möndlaði þetta og þegar ég skrifaði þetta þá hugsaði ég, sko, lykillinn að því að álegin þeirra virki er að stúlkan finnist ekki. Svo ef ég brýt þetta spell þá láta hann að finnast. Og 12 tímum setna, þú veist, það var bara sjokk fyrir mig að sjá það. Og svo ég hugsaði þannig, ég gerði þannig ennst vídeó þess að ég fór aðeins yfir það bara til að dokumenta þetta event, bara moment in time. Bara, þú veist, það því maður gleymir þessu þegar lengra og ég hugsaði bara, vá, þú veist, hvað getur það verið þegar við erum að tala á svona hluti, eins og við erum að gera núna og eins og við höfum talað oft. Og þú hefur nefnilega oft sagt þetta. Ég hef aldrei endilega tekið beint undir það. Ég svona segi bara já, jú. En þú veist, ég bara geymi það, en þú voru oft sagt, þegar við erum að tala svona hluti, hvort sem við erum rétt fyrir okkur ekki, þá oft brjótum við álegin hjá þeim. Nákvæmlega. Og þetta er mikilvægur punktur, held ég. Já, ég hef séð það líka, sko, og ég er sammálaður, þú braust það nákvæmlega spell, sko. En hérna málið er líka það að í sama samhengi þá hef ég alvarlega spáði að opna Víkingadóm, sko. Já. Það er að koma sterkar og sterkar til mín, sko. Ég mun byrja fljótlega með dómþing hjá Víkingadómi og fyrsta mál sem ég mun taka fyrir er skipuleg glæpastarfsemi valdstjórnarinnar. Og þar er verið að dæma náttúrulega hugtak, sko. Eða svona eins og það er bara verið að dæma eins og mafíuna, sko. Ja. Og þá þarf ég í raun ekki vitnaleiðslur og fleira slíkt, sko. Þannig að það er mjög einfalt mál, sko. Já, skil. En síðan mun ég í framhaldinu hugsanlega eru eitthvað svona einstaklingsréttarhöld og þetta þarf líka að vera svolítið í svona tribunal stíl, sko. Þá getur fólk komið sem að hefur lent í að tapa öllu og verið rænt bara störu blánt. Það getur komið með sín mál og fengið dóm, sko. Sem byggir á okkar arfleið og okkar
okkar veru, okkar ég eri. Já, þetta allt spilar saman, sko. Ég menna, þú veist, eins og hefur örugglega fylgst með, þá höfum við í þjóðveldinu verið að móta mjög hægfara svona leið. Þú veist, við erum náttúrulega búin að skilgreina mjög margar hluti, sko, lagalega. Já, Og einmitt. það er það sem að maður sér, sko, þú veist, það er nákvæmlega sama, ég var að tala áðan, sko, þegar maður er að tala, gera röddin sín, þá er maður í rauninni bara að tala við sjálfan sig, sko. En þetta hefur samlegar áhrif með öllum öðrum röddum og öllum öðrum hlutum. Og maður er að sjá einmitt eins og við sáum núna þessa vikuna, það eru miklu fleiri Íslendingar farnir að rýna með samsærisröskun í fréttir og fyrirsagnir. Og smátt og smátt er að fjölga þeim sem þora að segja eitthvað, sko. Og þú skrifaði mér hérna fyrir í dag, ég hef áhyggjur af öryggið þínu, þú veist, þá hef ég það ekki. Vegna þess að orðin lifa sem hafa verið sögð, og ef að við erum að segja eitthvað af réttum forsendum, réttum hvötum, með réttan anda ef ég morða þannig, þá kemur maður í mann stað, sko. Já. En Sundel fór í fangelsi, þá spruttu fram 5 nýr til að fjalla það sem hann var að fjalla. Og þannig að ég hef ekki áhyggjur af því, sko, en maður sér, eins og þú tala víkingadóminn, ég er að tala skjalavald þjóðveldis, þar sem við erum náttúrulega beita í rauninni sama tóli, nema bara á annan hátt, eins og lýðveldið gerir, sko, og mafíurnar, að þetta smátt og smátt nefnilega byrjaði maður að sjá, að alveg eins og vorum að tala sko, þegar þú gerir svona spellbreaking dæmi, þú veist, þegar þú ert að fjalla falska fána og vara við þeim í þeirri vona það afstýri fölskum fánum sem eru kannski að skella á, eða eins og þegar þú varst að taka til dæmis fljúgandi úlfaldana á síðum tíma, það var mjög góð fyrirtaka, og þú bentir á það svo seinna að sjáðu, þeir gerðu þetta, ég talaði það og þeir reyndu þetta ekki aftur. Og sko, sama var náttúrulega með ebólustelpuna í Oslo, sko. Já, það var einn af þeir sem tók það niður, sko. Þannig að þetta spilar allt saman, að sko allt í einu fattaru, það sem ég ætla að búin að fatta, að þegar dómari lýðveldi sem dæmir þig út frá sínu skjalavaldi, þá er hann að dæma þig út frá því að einhver skrifaði einhverja reglugerð á blað. En við erum skóluð og alin upp í því að reglugerðin á þessu blaði, hún sé hafin yfir allan vafa. Hún er orðin goðið sem hún trúir á. Veist, hvað kallaði þú það? Pröpp í boxi, sko. Veist, þú getur alveg eins kallað lögin, sko, bleklessu á blaði. Veist. Já, ég skrifaði líka eitthvað þar að ég væri komið svo langt út fyrir kassana, kassin væri orðin punktur fyrir mér. Já, ég er orðin svolítið þreyttur og... Já, sama hér í svangur, ég var að baka brauð á hann. Það var svolítið ljúft að þetta er svona ákveðið spennufall núna alltaf. Reyndar er sko silkibrúðan í endan á fölskum fánum. Það er mjög þekkt sko, þegar silkibrúðan kemur fram að þá þorir enginn að tjá sig það. Það er ákveðið spell sem að ég vildi brjóta líka sko. Það var þess að ég hóa í því í dag og spurði hvort við ættum að taka djúpköðum, því að ég var aðeins að hugsa þetta þegar ég var úti með hundunum. Ég sagði, mér langar eiginlega að gera vídeó til þess að fara yfir nokkra punkta varðandi þetta spellbreaking dæmi, og þá er ég ekkert endilega að tala um það sem ég skrifaði í dag, í gær, sko. Heldur svona að binda slaufu á þetta. Svo ég sagði, nei, ég hóa bara í Axel og við bara bindum slaufu á þetta saman. Ég finn spennufallið, sko, sem er í mörgum. Ég finn það hjá sjálfum mér, sko. Maður er svona eins og dasaður, sko. Já. En ég held að mjög margir hafi aðeins rumskað núna, sko. Ég held þetta, já. Við höfum náð að brjóta aðeins að hreyfa við, sko, á þess að ég sé að slá okkur, gefa okkur neina fólkaorði. Ég held að við höfum að í þessum á síðustu 5 dögunum náð aðeins að aflétta álögunum, sko. Ég allan að hjá einhverjum hópi. Svo er þeir rosalega vanda, sko, að því að sko, það er fólk að hlusta á Frelsi TV
og og þegar ég náttúrulega búin að segja að þetta bara silkibröða, hún bara í Brussel í þjálfun þar, sko að þá og svo allt í einu bara, útlenskur réttarvinafræðingur, hvað það? Akkur útlenskur? Já, ég held að ég tók eftir Er ekki nú íslensku liði til þess að tekka á þessu? Já. Og ef þú skoðar þetta út frá þýsisnum að þetta sé falskur fáni, að þá sérðu að sko að til þess að hafa kontról á öllu, þá þarftu náttúrulega að fá eitthvað erlendis frá. Já, ég sé gott við, fá erlenda hvað heitir það, skoðunarmanninn til að koma á votta. Já, en það sem var stóra dæmið hjá mér, það var þetta þrennt sem ég nefndi fyrir kvöld. Það var þegar þið skiptu myndinni af henni alvarlegri yfir í brosandi í öllum fjölmiðlum í dag. Þegar þyrluflugmennirnir gáfu þessa yfirlýsingu í gæsalöpum, við sáum strax þetta var hún. En stóra dæmið hjá mér var eldsvoðan á Stokkseyri og því ég tók eftir því þegar ég setti þetta á Face-ið í gær að fleiri tók eftir því. Já. Og það dugar mér að sjá, sko, það voru nógu margir sem sáu í gegnum dáleiðsluna. Þú veist, og ég held að þeir hafa ekki átt von á því núna helgina af því debunki sem fór fram. Nei, ég hef líka reynt svolítið að, sko, það líka, sko, meðan að þeir eru að mála sig út í hot, sko, þá maður bara ekki að tjá sig, sko. Maður leifir þeim bara að mála sig alveg út í hot, sko. Sko, ef það rétt sem þú sagðir á hana, sko, hvað sagðir að það voru margir, hvernig orðaði þetta rétt á hana? Það voru margir sem sá í gegnum núna, margir sem vaknaðu svolítið núna, sagðir. Margir sem var aðeins, sko, upplifðu að bátnum var svolítið ruggað núna, hjá margum. Sko, eitt sem við höfum báðir ekki okkur á, ég tekið eftir til dæmis, sko, þú veist, ég hef séð í athugasemdum hjá fólki sem að fylgjast með okkur báðum. Ég hef alveg séð athugasemdir þar sem að, þú veist, bara núna, þá var bara fyrir hálfu mánuði, þá var einhver kall sem í vinalista hjá okkur báðum, hann skrifaði í athugasemdi eitthvað sem að, já, nú þarf ég ekki að gera vídeó um þetta. Það eru fleiri að segja þetta, ég þarf ekki að segja þetta. Þú veist, við erum að sjá meira af þessu. En ef að fólk fer inn á frelsitv.com, situr út í leitarþrengin. Já, nei, þetta er ekki rétt vídeó, ég þarf að laga þetta. Þetta er viðtalsvídeó, ég þarf að finna hitt, sko. Yes. Ef þið sitið úti, þá kemur Óli Demegard, sko. Já. Það var alveg snilldar fyrirtækt hjá hann. Já. Hún er eina af þessum stóru í hausnum á mér, sko. Þú veist, og ég fíl ekki Óla Demegard, ég hlusta voða lítið á hann, en þetta vídeó hjá honum, sem hann tók einmitt hjá honum, Alfred Webremont, Lambremont Webre, Alfred Webre. Webre er góður, sko, en hann er oft með svona mystík, en ég ætti nú ekki verið að setja út á aðra sem eru með mystík. Hann er góður, sko. Ég ætla að setja inn á þetta myndband annað þar sem hann tala í 2,5 tíma, sko, á svona ráðstefnu, Open Mind Conference í Danmörku, sko. Já, ég held ég séð það. Það er langt séð. Ég deilti í nokkru sinnum, sko. Ég rámar allavega niður, sko. Nei, hann er snillingur strákurinn, sko. Ég fíla hann ekkert, en ég meina, hann er klárið því sem hann er að gera. Það er nú eitt af því sem er oft vandamálið, ég meina, sumir fíla þig, aðrir fíla mig, einhver fílar Óla, einhver fílar Alex og Axel Alex og svo framvegis, sko. Mér finnst hún alltaf Lorraine Morey sem kemur einmitt hjá Alfred Lambremont, mér finnst hún alltaf algjört krútt, sko, svo gamla. Nú svo er hún norsk-finnska kettlingin sem er dáin, hún var mjög öflug á mjög mikið af örgum sem fylgja henni, ég gleymi alltaf hvað hún heitir. Ég var aðeins að hlusta á hana í fyrra, sko. Hún var bólakafi í reptilianskenningunni, ef maður veit. Hún talaði marga hluti alveg rosa vel. Já, einmitt.
Þannig að það eru samlegar áhrifin eru góð og það þú veist bara alls ekki þegja yfir því sem að þér finnst vera þess virði að segja. Það finnst mér vera aðalmálið, bara tjáðu þig. Sko. Því fleiri sem þora að tjá sig, þeim mun betra fyrir okkur. Og vera vakandi fyrir því að vökkunin getur verið stýrð. Vera mjög vakandi fyrir því. Það fólk alls ekki nú vakandi fyrir. Þeir gætu verið skrefi undan okkur, sko. Þú veist, þessi æfing, þetta ég hefði alveg getað, þú veist, ég varpaði fram fyrir kenningu í vikunni, ég var eiginlega búin að gleyma því. Það getur vel verið að það sem var í gangi núna í vikunni hefur bara verið æfing fyrir eitthvað sem á að gerast erlendis. Bara til þess að skoða viðbrögð við einhverju fyrirframforrættu. Þegar ég var að pæla í því hvort að, sko, áhorfendurnir sem voru að bregðast við núna, Íslendingar eru búin að vera að horfa í 15 ár, bara líka á hverjum einasta degi á CSI-þættina frá Ameríku. Þetta geti allt saman verið bara, tókst CSI-þáttunum að planta inn forritun hjá þér, sem hægt að ýta á. Þetta finnst mér, rökrétti ekki. Það þess virði að velta fyrir sér svona pælingu. Var þetta tilraun? Var þetta æfingaverkefni? Nei, ég held að þetta sé, sko, þetta er aðgerð, sko. Fyrsta lagi til þess að sko, eftir svona tráma þá einhvern veginn sekkur ríkisstjórnin inn í sess, sko. Já. Hún festir því í sessi, sko. En ég náttúrulega bara velti svo fram til þess að hafa í huga með öllu hinu. Já, það er sko, það er eiginlega svona allavega nokkri leigjarar, sko. Eitt er náttúrulega pólitíkin og mindsetið og stýra hugum og sko eftir svona atburð þá allir bara elska valdstjórnina, sko, og bara þið fáið bara eins með allt sem þið viljið, sko. Já, fleiri myndaðir. Já. Það er þannig sem að 1984 samfélagi var búið til og þú sér að það var allir í svona gráum vinnugölum til þess að móðgengum, sko. Nei, þetta getur vel verið með þess að þeir hafi, já, maður getur endalaust verið að velta upp, sko, nýjum steinum í þessu, sko. Já. En ég trú ekki hinn opinberu sannfæriskenningu. Ég sé það ekki. Ég ætla að fá að vera strákurinn í skólabekknum sem sér ekki tilgangin af því að við öll að fara í íþróttatíma á milli starffræði og íslensku. Já, en ég syns að bæta við þarna konferensvídeónu inn á, ef þið sitið úti, þá bæti ég hinu vídeónu við. Það algjör snill, sko. Já, ég þarf að fara inn á .com síðan þegar að tók hvort að þú sett búin að setja eitthvað mig þar og debunka. Nei, þetta mest svona copy-paste eitthvað. Ég að grínast. Nei, ég bara það er engin vilja að koma og skrifa á frelsitv.com. Ég fer öðru hvora að neinn, ég hugsa upp og ég ekki farið inn hér allavega fyrir síðan fyrir áramót ekkert tíma. Ég var nú að hreinsa út af vefnum mínum svona streetrock sem ég setti svo mikið inn á í fyrra. Hann nú tómur, ég öll út af hann. Ég vil samt hafa liðnið á hann. Já, hvað setja öðruvísi efni á þannig staðinn. Það ekki meira að ég ætla að setja mín eigin vídeó og taka þau, þannig að ég geti fundið ef ég fjallaði eitthvað og geti fundið það bara aftur þarna. Já, einmitt. Og þá ég bara að tala með einhver vídeó. Það náttúrulega maður nennir því einhvern tíma, þá maður margra ára að vinna úr efninu sem hefur fæðst á þessum tíma. Það mikið efni. En að því ég verið að reka með öðru hvora á það í vetur, að það komu upp hlutir sem að ég verið áður búin að minnast á, sko. Sem hefur verið að rifja upp og þannig að ég ákvað að setja fyrst ég á þetta líðan þá ákvað ég að nota það bara mitt eigið efni, sko. Sko, upprunnilega var ég að setja það inn efni sem ég hafði hort á sem ég hafði þurft áhugavert. En svo var ég að reka með það, ég hafði ekki, þú veist, það var einhvern tímann daginn, það voru örgur gest í vetur að ég þurfti að rifja upp þetta hver var í svona Dr. Paul Burns sem fjallar sko heiladauða og organtransplant, algjör snillingur. Þú veist, ég mundi ekki nafni á honum þegar ég var að tala hann við þig daginn, svo fór ég og fann það. Og ég sagði, þennan hefur ekki hann á?
það var eitthvað svona og móðir sem að misti barnið í svona, það var hérna á Ritchie Allen show. Já, þú varst að tala það. Ég hef ekkert verið að horfa á hann undanfarið. Nei. Svo fattaði ég allt í einu að það eru gloppurinn á Strítur og fullt af efni sem ég áttar að finna sem ég hef ekki nefnt að setja, svo ég fór aðra leið. Núna ég bara farin að setja í mismunandi playlista alla sem ég hlusta á. Af því ég vil geta fundið ef það eitthvað efni sem ég hef hort á, sem að styður eitthvað sem að ég hef skoðun á, eða ég vil rannsaka nánar, þá vil ég geta fundið það auðvitað, sko, aftur. Ef maður gleymir oft nöfnum, sko, þannig að bla bla, bla bla bla. En ég skora á alla að horfa á þetta, hérna, When Terror Struck Norway. Já, ég ætla að kíkja á það, ég ætla að hlýða þér. Ég tek þetta til mín. Já, en þú varst búin að horfa á Brave New World eða hvað? Já, ég elskar mig góð, ég þekki það. Ég þekki Aldous Huxley mjög. Nei, þú veist, þú ert alltaf að fara út í þetta. Ég þekki Aldous Huxley fræðin mjög vel. Já. Ég búin að eyða mjög miklu tíma í Brave New World dæmið, allt svona. Já. Og, en veist þú hver Julian Huxley var? Nei. Julian Huxley, þú veist náttúrulega hver Aldous Huxley var sem að skrifa í Brave New World. Já. En þú veist að ég vitna nú oft í kallin, ég veit alveg mörgum klukkutímum mér. Já. Hann átti bróður sem hét Julian Huxley og ég held að Julian Huxley hafi verið aðlagur, kallaður Sir. En hann einn af eugenics fræðingunum. Já. Hann var darwinisti og útrýma fötluðu fólki og svæfa geðbila og alls konar svona dæmi. Og það ennþá verið að vitna hann í breskum fræðum til hægur og vinstri inn í darwinismanum, líka í Bandaríkjunum. Já. Þannig að þessir strákar voru vel uppaldir í einhverjum fræðum sem við vitum ekkert um. Brave New World. Ég vissi að því, sko. Og svo var hann alltaf var Bernie Shaw, nei, hvað heitir hann hérna? Faðir propaganda. Hann var skyldur Freud, var það ekki? Bernays, hann var bróðursonur Freud. Já. En hann var líka systursonur eiginkonu Freud. Freud og bróðir hann skiptust systrum. Það til ykkur 2-3 tíma dokumentari, ég man ekki hvað það heitir. Ég skal bara posta því í kvöldi á morgun eða eitthvað. Það sem dokumenta hvernig Bernie og Anna Freud, dóttir af Sigmund Freud, tóku þátt í að búa til nútíma, þú veist, barnavaldanefndir og social work og allt það dæmi, sem part af því að endur ala upp þær kynslóðir sem að fæddust eftir stríð. Og það miklu svartara heldur en propagandadæmi, sko. Það mjög, ég var alveg í sjokki þegar ég voru gegnum það sem tíma. Fólk veit ekkert um þessa hluti. Þú veist, Brave New World var ekki viðvörun, það var uppskrift. Já. Þú veist, þetta snilldin hjá þjóðfélagsverkfræðingum. Þegar þeir selja þér uppskriftina en þykjast vera að vara þig við henni. George Orwell var ekkert að lýsa framtíðinni, hann var að lýsa Bretland í stríðsárunum. Ég verið að skoða svo mikið með Bretlands stríðsáruna og ég þarf einmitt að bara skrifa honum einum kalli sem að við vantar upplýsingar eitt á stríðsárunum í Bretlandi og ég fattaði bara því ég var að horfa á þetta með Foyle's War seríuna að mér vantar upplýsingar, mér grunar eitthvað getur gefið með það. Hvað var í gangi á stríðsárunum, það svo margir hlutir, til dæmis sko Bandaríkin og Bretland voru rosalegum vandræðum öll stríðsárin að selja fólki ástæðuna til að vera stríð. Það var alveg meiri háttar vinna og það voru risastórar hreyfingar í Bretlandi sem börðust gegn stríðinu og það var bara í gær sem að ég var að grúska í sko sögunum hertogan af The Duke of, hvað heitir hann sá sem var Georg VIII sem giftist henni Wally Simpson var the Duke of York eitthvað svolítið, nei, The Duke of Winchester, hvað heitir hann? Hertogin af
The Duke of Windsor. The Duke of Windsor, já, það getur verið, já. Hertoginn af Windsor. Hann hefur alltaf verið svolítið dímoniseraður, sko. Svo var ég að horfa á dokumentari sem fór í gegnum, það var svo greinilega búið til að síónistum, sko. Þar sem þeir halda því fram hann hafi verið föðurlandssvikari. En ég veit punktar sem ekki koma þarna fram og allt í einu opnast fyrir manni samsæri, sko. Hvaða samsæri var beitt til að selja fólki þá hugmynd að hann ætti ekki að verða konungur Bretlands út af Valley Simpson. Nei, hvað hann hét hann. Þegar kom allt í einu ljós að það var stór hluti Breta sem voru ekkert á móti því að hún yrði drottning. Það voru fjölmiðlum var beitt til að selja fólki þá hugmynd að hún ætti ekki að verða drottning af því hún var fráskilin. En ekki út af því hún var í bandaríska eitthvað, en þá kom hvergi fram býttu hverjar trúar var hún, til dæmis, bara sem dæmi. Það ólöglegt, kemur fram í viðtali við hana Duchess Michael of York, sem sko gift minni mig bróður, Elisabeth drottning, hún á föður, hann átti bróður, son, sem giftur the Duchess of York. Ég hef búin að vera grúski í konungafólkinu, sko. Það eru lög á Bretlandi það konungsfjölskyldan má ekki giftast neinum sem ekki anglikan. Það kemur hvergi í ensku biskupakirkjunni. Já. Í anglikankirkjunni. Við veitum ekkert það. Það getur vel verið að Simpson hafi bara ekkert verið í þessari kirkju og vil ekki vilja skipta trú. Það kemur hvergi fram hverja trúar hún var. En það sem kemur hins vegar í ljós að á meðan það var ákveðin þögn í heimsstyrjöldinni sem var kölluð The Phony War. Frá innrásinni eða má segja frá innrásinni í Þýskaland og Niðurlönd vorið 1940 og fram að innrásinni í Rússland sumarið 41 þá var talað The Phony War. Allt þetta tímabil. Á þessum tíma voru alveg gríðarlegar hræringar í Bretlandi það hvort það yrði hugsanlega gerð bylting í Bretlandi. Það var það sem Churchill var mest að berjast gegn. Og það eina árás þá kemur í ljós að það var stór hreyfing innan lávarðakerfisins í Bretlandi sem vildi fá Georg VIII aftur inn. Og það snerist óbúslega mikil vinna bak við tjöldin það að halda Georg VIII í burtu. Og endanum tókst þeim að koma honum frá Spáni til Bahamaeyja og svo fór hann reyndar ákveðna ferð til Bandaríkjanna og það svolítið merkilegt að Churchill fór á sama tíma til Miami og á sama tíma og hertoginn af York, hertoginn af Wimbledon, hvað sagðirðu, hertoginn af Var það Duke eða? Já, the Duke of Windsor, hertoginn af Windsor. Á sama tíma, þeir eru báðir á sama tíma í Miami. Það var gríðarlega mikið að gerast þarna bak við tjöldin og allan tíman voru Þjóðverjar, 21 sinni buðu Þjóðverjar sko nánast skilyrðislausa friðarsamninga og að yfirgefa Frakkland og Nýðurland bara þegjandi og hljóðalaust, bara með því skilyrði að þeir fengju að nota Pólland sem plattform til að ráðast á bolsévikana í austri. Þessu voru allir hafnað. Það var ekki einu sinni rætt. Og áróðurinn var alveg gegndarlaus. Til dæmis þetta sem okkur selt sagan loftárásirnar á London, þar voru allar svar með 10-falt meiri loftárásum á Berlín frá Bretlandi. Sko. Þetta var allt saman propaganda. En það voru heilu mótmælin við Downingstræti 10 og það voru hundruðir manna sem héldu ræður alla Bretlandseyjar sem vildu stríð, meðal annars til dæmis Sir Oswald Mosley. Hann gat sannað að sko, breskir fasistar voru fyrstu fórnarlömbin í stríðinu. Fyrstu flugmenninni sem voru skotni niður í loftárásum á Þýskaland voru breskir Mosley Oswald fylgjendur. Hann allan tíman sagði ég mun berjast fyrir Bretland en ég vil frið. Allt þetta fólk var sett í fangelsi. Allir sem vildu frið á þessum tíma voru settir í fangelsi nema baptistar. Baptistar sluppu við að fara í fangelsi. Þeir voru til í að keyra sjúkrabíla. Og þeir, sko. Og þetta var alveg, það svo margt, og þetta var gerist í Bandaríkjunum líka. Það voru svo mikið af verkföllum og mótmælum og slagsmálum og látum í Bandaríkjunum en vildi ekki stríð hvað sem
Já, einmitt. Að senda sprengjuorustur, sprengja perluna. Já, einmitt. Og ég trúi því ekki að Japanir hafi verið á bak við þá árás, ekki eina sekundu. Bla, 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 bla. Nei, ég sammála því. Það er góður listi fyrir hlustendur af fölskum fána aðgerðum á vefnum, sko. Ef fólk trúir bara skólabókinni, gagn og gaman og mokkanum og fréttablaðinu og stöð 2 og 365 leigamiðlum, Hvað hafa margir, þú gengur nú svolítið Reykjanesi, hvað hefur oft fundið svona skóu uppstilta út á mýri? Vá, þú veist það er svo mikið að drasli. Vistu, það má spyrja sig einu, hverju voru þið raunverulega leitað? Af hverju var verið að fínkempa Reykjanesið? Hverju voru þið raunverulega leitað? Já, meina það. Já. Þeir voru með 2000 verkefnisöður. Það má alveg spyrja sig að því. En finnst þér ekki skrítið að lögreglan segir svona ópenbarlega við einhvern veginn svona, hvað sögður? Við teljum á muni finnast fljótlega? Já, ég meina hver kveikti í húsinu hérna handan við hótnin hjá mér í fyrra? Okkur var sérsveitin á æfingum, okkur vaktum með morgunin með því að vera hérna bara við bókstaflega húshótnir hjá mér og tala fyrir framan, tala bara fyrir framan opinn glugga svo enginn var í morgundagurinn. Þegar ég geng út og spyrja á að fara að skjóta einhvern, nei ekki í dag. Fullt af hlutum sem í gangi sem eru fellega spooky. Já, það er ekki skortur á því. Það var gott að spjalla það svona, það líka að losa spennu, sko. Takk svo með leiðis. Það getur verið taugatrekkjandi að vera mest hataði maður Íslands. Ég tek alveg undir með þér, auðvitað hef ég áhyggjur. Maður veit ekki, fær maður kjaftsök næst þegar maður finnir í bæ. Já, maður veit aldrei. En það bara, maður verður bara að taka því sem að höndum ber. Ég sá líka þegar jöku spreyjunna svo mikið, það er bara, ég veit ekki hvað það er. Það voru bara herþóttur, bara tvers og kruss, sko. En það er kannski svona paranoia, það er víst paranoia. Ég veit ekki, ég sá þetta ekki hérna sem ég er, sko. Nei. En nú vill Salka fara út. Já. Og ég ætla að fara að borða, nýtt heimabaka brauð. Já, ég þakka hlustendum fyrir að koma og hlusta og ég þakka Guðjóni fyrir komuna náttúrulega og Frelsi TV. Takk fyrir mig, mig vantaði smá svona sálusorgum. Já, þetta er mér líka, sko. Ok. En það komið alls konar gaglegi punktar fram hjá okkur. Já, það er alltaf eitthvað. Er það ok? Ég hveti til þess að gera meira vídeóum. Ég byrja alltaf að leita þínum vídeóum. Það stundum er ekki. Það gengur ekki, sko. Já, ég veit. Ég er að reyna að gýra þetta með þess. En takk fyrir það. Ég vil afslátt, sko. Þetta gengur ekki. Ég vil afslátt. Já, ég takk fyrir það. Mér þykir vænt hvatninguna. Já. Herri félagi, við heyrumst. Og bless áhorfendur. Bye.